Já, komið sæl og velkomin í Sín Egils á sunnudagsmorgni, eftir hádegisfréttir hjá RÚV. Hér á eftir koma til okkar Hulda Þórisdóttir, stjórnmálafræðingur, Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, Magnús Helgason, sagnfræðingur og Gunnlaugur Jónsson, frumkvöðull, og við ætlum að ræða skautun og menningastríð, en á vettvang dagsins eru mætt hér Andrea Sigurðardóttir, blaðakona á Morgunblaðinu, Dagur B. Eggertsson, alþingismaður, og Valur Gunnarsson, sagnfræðingur, blaðamaður og rithöfundur. Er þetta ekki nokkurn veginn upptalið? Já, ég sé ekki miklu fleiri nema Gunnarsmaður. Já, hann kynnir sig sjálfur eftir. Herði, en hérna, nú lesum við svolítið gagnrýni á ríkisstjórninni eiginlega í fyrsta sinn, svona sem kemur eitthvað svona hörð gagnrýni, og það er við fjárlagafrumvarpið og hvernig, sem sagt, hvað vantar í það, til dæmis eins og meira sem sagt, átak í húsnæðismálum og svo eru forystu fólk í launþegahreyfingum sem eru ósátt við hvernig farið með til dæmis lífeyrisgreiðslur eða stuðning við verst settu lífeyrissjóðina. Er þetta eitthvað, er þetta ekki samlega þessu? Það er svona harðasótt að eitthvað núna heldur en hefur verið. Já, allavega þá fáum við ábendingar ýmislegt sem að fólk hefði vilja sjá öðruvísi í fjárlagafrumvarpinu. Ég held að svona meginstefnu til þá séði nú samt samlega tekið. Ég held að sé þrátt fyrir allt býsna breiður stuðning við það að stóra verkefni sé að styðja við lægri vexti og minni verðbólgu, og að eftir mörg ár þar sem hefur verið halla á ríkissjóði þá þurfum við að hætta því, og stefnan er tekin á það að flýta því, þannig að verið hallalaust 2027, og það er raunar 15 milljarða halli að þessu frumvarpi sem er 1/3 af því sem að fyrir ríkisstjórn gerir ráð fyrir á sama ári. Þannig að það má eiginlega segja að, og mikilvægt að við gleymum því ekki, að þetta ferli mála í þinginu, að það byggir á þeirri hugsun að þekkingin búi víða í samfélaginu. Þannig að núna kemur fjárlagafrumvarpið fram eins og það kemur frá fjármálaráðherra og ráðherrunum og fer síðan til umsagnar, og við fáum alls konar athugasemdir. Einhverjir vilja kannski skera meira niður, einhverjir telja að það vanti í og að forgangsröðun sé ekki rétt, og núna fer þingið yfir þessar ábendingar allar. Já. En þetta sem að þú nefndir, þetta svona ávinningurinn, það er svona til framtíðar, það er ekki, og það er að vel takist til. Já, svona bæði og. Ég held að mörg heimili og fyrirtæki sannarlega finni hátt vaxtastig brenna á þeim núna. Já. Og allt sem leiðir til þess að flýta því að vexti lækki og verðbólga lækki, ég held að það sé svona breið samstæðum að það sé gott. En nákvæmlega hvernig peningunum er síðan skipta. Það sem að við erum að tala um. Já, akkurat, og þar er auðvitað þessi svona hefðbundna umræða á Íslandi, erum við dæmd til þess að hafa miklu hærri vexti hér heldur en annars staðar, bara út af litlu hagkerfi og krónunni. Þú veist, eru það með öðrum orðum kerfisbundnar ástæða fyrir því að það er svona dýrt að skulda á Íslandi, eða er þetta bara hagstjórnarmál? Hefði hagstjórnin undanfarin ár geta verið betri þannig að við fengjum vexti og verðbólgu hraðar niður eða ekki? Þetta var náttúrulega mikið rætt núna bara fyrir síðustu þingkosningar, og eitt af því sem að þessi nýja ríkisstjórn lagði áherslu á var að standa sig á þessu sviði, og ég held að sé nú mikill stuðningur við það. Fyrir ríkisstjórn náttúrulega glímdi bæði við COVID og Grindavík, það er svona aldeilis átök sem þurfti það. Já, og ég held að varandi viðbrögð við COVID svona efnahagslega, þá má kannski gagnrýna að ríkisstjórnin hafi farið dálítið hægt af stað, en hún gerði mjög margt rétt að mínu mati. Þannig að þegar COVID linnti þá komst atvinnulífið af stað, og meir en það á í raun flug býsna hratt. Einhverjir hafa verið að finna því að stuðningurinn hafi verið á lengi, það má vera, en aðalatrið er að þetta verið í meginatriðum rétt. Ég held að það hafi líka verið í meginatriðum rétt að samfélagi sem heild tók og vissi nátt óvissuna á sig í Grindavík, og það hafi líka verið skynsamlegt. Þannig að ég er ekkert að gera lítið úr því að þetta voru miklar áskoranir sem að þar sem að ríkið í raun tók að sér
hlutverk tryggingafélags fyrir hönd samfélagsins og miðlaði þessum stóru höggum á allt samfélagi þá til lengri tíma en það breytir því ekki að verðbólgan hefur verið meira langvarandi hér, farið hægar niður heldur en í öllum löndum að meina sem við berum okkur saman við. Vextirnir líka og bili milli verðbólga og vaxta raunvextirnir. Þetta bara mjög hátt og eðlilegt að það sé bara rætt, það hagstjórnarlegt eða það kerfislegt og þurfum við þá að ræða Evrópu og annað sem Andra, hvað segir blaðamenn að hlusta á þetta? Já, það nú svo sem alveg margt í þessu sem að Dagur að segja, ef við byrjum bara til dæmis á COVID og útgjöldunum og verðbólgunni því tengdu, það glímdu fjölmörg önnur lönd í kjölfar COVID við verðbólgu en hún fór hraðar niður annars staðar en hér og það að mínu mati hagstjórnarmál. Krónan hefur nú verið til friðs á þessum tíma og hefur núna verið dálítið lengi bara einn stöðugasti gjaldmiðli í heimi sem dálítið svona nýr veruleiki fyrir okkur, myndi maður segja, en kannski það sem aðgreindi okkur dálítið frá öðrum löndum, þar sem að verðbólgan fór hraða niður, svo að við sjáum það í samanburði við önnur lönd að útgjaldaaukningin sem að varði í kjölfar COVID, að hún gekk hraðar tilbaka í öðrum löndum en hún hefur gert hér. Og ég held að við skuldum ennþá þar og þegar við tölum meira aðhald, aðhald alltaf skilgreint sem í ríkisfjármálunum að útgjaldaaukningin sé ekki hraðari en hagvöxtur. Það ekki niðurskurður. Við sjáum engan niðurskurð í þessum fjárlögum. Það eitthvað hagræðingaraðgerðir þarna en þrátt fyrir það útgjöld að aukast í nær öllum málaflokkum. Það örfáar undantekningar þar en í öllum stóru málaflokkunum þar útgjöld að aukast. Kannski vegna þess að það bara var of drengt að þessum málaflokkum áður? Ég myndi nú ekki segja það, af því að við höfum verið að auka útgjöld alveg verulega frá því COVID. Það sem að við sjáum síðan núna í fjárlögunum samanborið við fjármálaáætlun, að þá útgjöld, þrátt fyrir að hallinn sé að minnka, að þá útgjöldin samt að aukast frá fjármálaáætlun. Þannig að það var ekki eitthvað, hið aukna aðhald sem var boðað í þessu fjárlögum, það hefur ekkert með útgjöldin að gera. Það hefur með það að gera að tekjur að við erum að fá meiri tekjur en við reiknum með og það komin hraðar. Það það sem að skila þessu, það ekkert aðhald á útgjaldahliðinni. Snorri, svo var nú tíðin að þú skrifaði mikið um efnahagsmál. Já, það mikla skuldir, sumu leyti tilkomnar út af COVID, öðru leyti komið að hallarekstri sem ekki tengdur COVID eða Grindavík. Það var hallarekstur síðustu ríkisstjórn sem satt í 7 ár vegna þess að einn flokkur vildi ekki hækka skatta og annar vildi ekki skera niður. Og þess vegna var haldið áfram bara að keyra. Ég orðaði þetta nú þannig að þetta var eins og svona ferja sem að væri með opið stefni þar sem að bílarnir keyra inn út í sjó og dró bara inn í sig hallarekstur og skuldir og nú skuldir, ekki 120 milljarðar á ári sem við erum að borga í vexti sem alveg óviðunandi. Og þá var það spurningin, en stór hluti af þessum skuldum tilkomið vegna COVID og hvert fór sá stuðningur í COVID, hann fór mest til fyrirtækja eins og hefur verið bent á og komið fram. Og þá myndi maður halda að það væri kannski áætlun inn í nýrri ríkisstjórn að þeir sem að fengu stuðningin, ef þetta tryggingafélag, að þeir sem að fengu útborgað tryggingunum, að þeir fái að borga iðgjöldin. En það ekki í þessari áætlun. Það heldur ekki í þessari áætlun að vera að leysa. Frumvarpið ekki? Já. Það líka heldur ekki í áætluninni, sko. Það heldur ekki leiðrétting á þessu sem að lýsa áðan sem að var mikill það lægri skattar á fjármagnstekjur hér heldur en í nágrannalöndum okkar. Það lægri fyrirtækjaskattur heldur en í nágrannalöndum okkar og það kostar bara og ein leiðin svo að við höfum bara að lifa við það með því að búa þá við lakara opinbera þjónustu, lakari grunnkerfi samfélagsins, minna viðhald og uppbyggingu innviða til þess að fjármagnseigendur og fyrirtækjaeigendur greiði hér lægri skatta, við búum við velferðaríki
fjármagns- og fyrirtækjaeigenda, en hinn leiðin náttúrulega að hækka skatta, þannig að þetta sé allavega í samanburði við það sem gerist í þeirra löndum sem ég held að almenningur beri sig saman við. Telur að við eigum að geta búið við jafntraust grunnkerfi og í Skandinavíu. En þú getur ekki fengið það og síðan eitthvað allt annað skattkerfi. Og það ekkert í þessu frumvarpi eða í fjármálaáætlun þessar ríkisstjórnar sem bendir til þess að þarna eigi að vera einhver stefnubreyting. Við erum bara með áframhaldandi fjármálastefnu Bjarna Benediktssonar og Seðlabankans. Áðurinn í hleypi öðlega þá... Ég vildi aðeins bregðast við einu þarna því að talaður styrkina til fyrirtækina. Ég sko sammála því að það hafi verið gengið aðeins svo langt í þessu öllu saman. Við sjáum bara á gjaldþrotum fyrirtækja, það eitthvað sem svona ákveðið náttúrulegt hlutfall, það eðlilegt að ákveðið hlutfall af fyrirtækjum fari í þrot og það bara skilur á milli þeirra sem eru vel reknir eða ekki vel reknir eða eru eftirspurn eftir eða ekki eftirspurn eftir, það eðlilegt. En það hvarf alveg. En hitt samt að við skulum ekki gleyma því að þessir styrkir voru til fyrirtækja sem að var verið að setja lokanir á. Þú getur ekki verið í rekstri. Það verið að veita fé inn í fyrirtæki þar sem að ríkið að hlutast til starfsemi þeirra. Nei, Andrea, ég þetta gríðarleg verðmæti að búa við í samfélagi þar sem að þú verð tryggð fyrir þessu og það eðlilegt að þeir sem eru tryggðir fyrir þessu það sem óeðlilegt að ríkið stöðvi starfsemi fyrirtækja, það rosalega og það ekki óhundild ákvörðun að gera það, að segja bara, heyrðu, þú mátt ekki hafa alltaf út í starfsemiðinni. Hitt að stór hluti af þessum fjármunum fór í það að greiða laun til fólks, þannig að það kæmi ekki til mikilla uppsagna og atvinnuleysis. Þannig að stór hluti af þessu peningum fór til fólks og kom í veg fyrir að það misti vinnuna. Þannig að það ekki eins og það hefur bara verið að rétta fyrirtækjunum pening á silfurfati sem að fór bara í vasa einhverja ríkar kalla eins og stundum látið að liggja. Þetta var ekki svo. En það engin áætlun það að fyrirtækin greiði iðgjöldina þessari tryggingu sem stórkostleg að búa í samfélagi þar sem að þú tryggð fyrir því að fyrirtækið fari í þrot eða verða ytri áföll. Það eðlilegt að fyrirtæki borgi það, allavega eðlilegra heldur að við sækja peningana í því að skerða lífeyrisréttindi erfiðisunum fólks. Valur, við erum kannski ekki alveg á þínum heimavelli hérna. Við grunar að eftir nokkra mánuði eða ár þá munum við vera að tala um eitthvað allt annað heldur en vexti og vísitölur og verðbólgu ef áfram heldur sem horfir. Og eitthvað alvarlegra en það. Já, ég held að þetta hafi verið nefnilega svolítið tímamóta vika mögulega í núna sem að líða og kannski fyrirboðum það sem koma skal. Það gerðust 3 stórviðburðir. Það var það að Ísrael réðist á Katar og nú var náttúrulega Ísraelsmenn mjög lengi gengið allt og langt en þetta eru samt ákveðin tímamót þegar þeir byrja að drepa samningarnefnd og í óþökk Bandaríkjamanna virðist vera að því að Trump vill þrátt sem friðarna og Ísraelsmenn eru smá saman að snúa öllum gegn sér bæði bandamönnum, fyrrum bandamönnum og nágrunum og öllum og fyrir að sér þá mun þeim hefnast fyrir það eins og það gerist. Í öðru lagi þá var náttúrulega morð frammi í Bandaríkjunum og tíma virti sem allt var að springa og menn voru að tala og kalla til jafnvel borgarastríðis og henda og Bandaríkin eru á þeim stað að þetta bara pottur sem stöðugt að krauma og það stöðugt að auka hitastig, loki rétt hangir ennþá á. Ef það hefði komið í ljós að tilræðismæðurinn hefði verið transkona eða innflytjandi eða bara demokrati þá hefði mögulega sprungið en þetta alveg að fara. Og það þarf að lækka hitastig aftur en það virðist enginn hafa áhuga á því og það vera að færa það og síðan allir í þriðja lagi þá ræðst Pútín á NATO-ríki til þess að kanna hvað gerist og fyrirsjáanlega það gerist ekki neitt. Það tekst illa að skjóta rússnesku drónana niður, það eru eitthvað áframhaldandi viðskiptaþvinganir og Bandaríkin segir ekki neitt þannig að sýnir að NATO Pútín alltaf sér það að halda áfram á poti í NATO geti borgað sig og ekki ótengt þessu þá segir hann að friðarviðræðum við Úkraínu sé lokið í bili þannig að hann ætlar að halda áfram stríðið í Úkraínu mun halda áfram og líkurnar á því að það breiðist út eru stöðugt að aukast. Já. Það það. Smári,
hann sagði hann að Tek undir þetta, þetta eru Dagur var í nefnd sem var að skila af sér í vikunni breytta öryggisstefnu Íslands sem ég held að ég var að bíða eftir. Já. En nú var nú svona bara í takt við svona stefnu undanferðina ríkisstjórna. Já og nei, auðvitað þarna kunnuleg stef og hornsteinar í varnar- og öryggisstefnu Íslands verða áfram varnarsamningurinn við Bandaríkin og NATO-aðildin. En breyttir tímar kalla á í raun víðari hugsun og það sem séðu þetta alþjóðlega og í Evrópu að Evrópustoðin innan NATO að styrkjast og styrkjast hratt. Myndu sumir segja en aðrir myndu segja ekki nógu hratt. Sumir myndu segja klofningur milli Bandaríkjanna og Evrópu verða veikja NATO? Já, og þetta allt saman hluti af umræðunni og við þurfum einhvern veginn að fóta okkur í þessari óvissu og fólk sem les stefnuplaggið eða skýrsluna sem við vorum að senda frá okkur taka eftir því að við erum að undirstrika, við erum að móta stefnu á tímum óvissu og jörðin sem við stöndum á, hún er á heilmikilli hreyfingu. Hún snýst. Já, hún gerir það og þess vegna auk þessara hornsteina þá erum við að þétta samstarfi við Norðurlönd, við Eystrasaltslöndin inn í sérstökum hópi sem að Norðurlönd og Eystrasaltslönd eru með, við Breta líka gegnum alþjóðlega viðbragðssveitir sem að þar eru en líka við einstök ríki innan Evrópu og síðan við Evrópusambandið sjálft og þar erum við raun að fara kannski að einhverju leyti bara tróðnar slóðir. Þetta er það sem að önnur NATO-ríki að gera líkt hugsandi þjóðir en telja sig þurfa. En telurðu að samningar við Bretland og Norðurlöndin geti komið í staðinni fyrir varnarsamningin og Bandaríkin? Nei. Þannig að við verðum að halda góðu sambandi við Bandaríkin? Já. Og halda því áfram þannig að bandarískur her geti skilgreint hvort það sé ógn hér og komið hingað og tekið yfir þau. Já, á grundvelli varnarsamningsins ég held að séu þjóðarhagsmunir að hrófla ekki við því. Ég held að vera mjög óskynsamlegt skref einhvern veginn ef að þessi hópur hefði sagt við þurfum bara að endurskoða samningi við Bandaríkin. Það er skref sem að ég myndi ekki leggja til á þessum tímabúti með við hvað það eru. En ég held samt að við verðum að vera tilbúin undir þann möguleika að það verði að gera eitthvað slíkt af því að Bandaríkin eru núna í besta falli ótraustur bandamaður. Við sjáum að þegar að það er svo gott sem ráðist á NATO-ríki að viðbrögð Bandaríkjanna eru engin, það er ekki einu sinni yfirlýsingar og Þau voru Trump var með yfirlýsingar í vikunni að Evrópa yrði að hætta að kaupa olíu og beint af Rússum og að taka þátt í að setja 50-100% tolla á Kína. Er þetta eitthvað sem að Íslendingar ættu að Við erum auðvitað ekki að kaupa Nei, ég er tollana til Kína, við erum alltaf með fríverslunarsamning í Kína. Olíu af Rússum en sumir nánustu bandamenn í raun Trump innan NATO og Evrópu hafa verið að gera það eins og Ungverjar og Slóvenar. En tolla á Kína, hann er að leggja það til og það er að skilyrði fyrir því að hann ætli að beita sér í Úkraínu að Evrópa setji 50-100% tolla á Kína. Er þetta eitthvað sem íslensk stjórnvöld ætla að skoða? Ég ætla ekki að tjá mig um það og það verður þetta svolítið nýr flötur innan NATO ef að slíkt kemur til umræðu annað en beina refsaaðgerðir gegn aðilum eins og Rússum sem að ráðast inn í nágrannalönd og fara að heyja landvinningastríð og það hefur auðvitað bæði verið kallað inn eftir því á vettvangi NATO og sérstaklega Evrópusambandsins að aðgerðir gagnvart Rússum verði hertar í ljósi þess að Pútín gengur á lagið eins og Valur er að rekja og ég held að þessu allir mjög hugsi yfir þessari dróna árás eða drónaflugi inn í Pólland. Já, meira að segja að Viktor Orbán er nóboðið og hefur fordæmt Rússa en það mun halda áfram, Pútín mun halda áfram að pota og gera eitthvað og það er spurning bara hvenar hann potar nógu fast af því að hann tekur Evrópu mátulega alvarlega, annars er hann aldrei skilið eftir 300 milljarða inn á evrópskum reikningum ef hann er búist við því að það er því frist en hann réðist inn í Úkraínu og já, fyrir eða síðar sennilega mun eitthvað fara úr böndunum og aftur að Bandaríkjunum. Það eru, í fyrsta lagi er ekki víst
að þau vilji bregðast við, í öðru lagi þá er bara ekkert víst hvernig hlutir þar munu þróast, að hvort að þau munu reynt og beint tærast upp innanfrá eða þau munu velja að loka sig af og frá umheiminum og þá hvorum meginu Ísland svo lína liggur að því að 1941 þá ætli þeir að loka sig af frá umheiminum og þeir drógu varnarlínuna okkar megin við Ísland, þannig að Ísland var innan hennar en þá var það Roosevelt sem var forseti og það var gert með samþykki Íslendinga, þannig að ég held að við erum bara að vera vakandi fyrir þeim möguleika að Bandaríkin séu alls ekki til að treysta og jafnvel í versta falli eitthvað til að óttast. Við náttúrulega höfum séð við líka þróun í heimsögunni áður, við bara horfum áfram til Adolf Hitler sem að hann prófaði sig svona áfram að fara alltaf svona aðeins lengri um mörkin og svo bara fór hann í stríð og Kataland og það var ekki Austurríki sem var fyrst og svo annað og þannig að við höfum séð við líka og sem undirstrikar nauðsyn þess að það sé brugðist við þessari þróun og þessum innrásum Rússlands yfir landamærin. Hitt það að án þess að við getum að fullu treyst á það því að núverandi forseti Bandaríkjanna hann hefur sýnt að hann dálítið ólíkinda tól en við kannski njótum þess umfram þessi ríki sem að núna standa í þessari mestu ógn alveg við landamærin að það hernaðarleg staðsetning Íslands sem að hefur verið eitthvað sem að Bandaríkin hafa horft til og það við séum á þessum norðurslóðum. Ég held að það sé eitthvað sem að við ættum að sannarlega láta vinna með okkur í þessu og ég held að það sé mikilvægt að eins og þið segið að þó sem maður getur kannski ekki treyst fyllilega á það þá er rosalega mikilvægt að gera allt sem hægt til þess að halda í þessa báða bandamenn og í því tilliti mjög mikilvægt að við stígum ekki of langt skref í aðra hvora áttina. Hvaða báða bandamenn? Vestan og austan við okkur. Svo ESB og Bandaríkin. Ég held að sé við okkar nánustu vinaþjóðir eru Norðurlöndin og þar umræðan svolítið önnur heldur en hér. Menn eru bara, og víða í Evrópu eru menn bara hreint og beint farnir að athuga hvar næsta loftvarnarbyrgi og þegar ég var í barnaskóla í Noregi þá var loftvarnarbyrgi niður í skólunum og það farið að opna þetta allt aftur og síðan númer 2 það Evrópa og númer 3 mögulega Bandaríkin en það held ég minna alltaf að treysta á. Það sem við vantaði svolítið í þessu umræðu að Ísland skilgreint af Bandaríkjunum sem hluta þeirra öryggisvæði og ég held að það sé enginn í heiminum sem telur það að Pútín efist það. Ég held að sé við erum í allt annarri stöðu en Eystrasaltslöndin eða Pólland eða eitthvað slíkt. Og mér finnst svolítið skrítið að vera alltaf að draga línuna þannig að við höfum algjörlega sömu öryggishagsmuni á þessu lönd. Við höfum það ekki. Og ég sé ekki ástæðu til þess að við eigum einhvern veginn að fórna okkur með því að leggja 1,5% af landsframleiðslu núna í uppbyggingu innviða samkvæmt einhverjum ordrum frá mannvirkjasjóði NATO og síðan hægt og bítandi að sogast inn í auka hervæðingu og annað slíkt sem að, það má vel vera að Eystrasaltslöndin og Pólland og jafnvel Norðurlöndin skilgreini þetta sem alveg grundvallaratriði í sinni öryggisstefnu. En ég sé ekki ástæðuna fyrir því. Ég hef aldrei keypt þessa hugmynd sem hefur haldið fram að öryggis lína Íslands liggi vígluninu í Úkraínu. Ég hef bara aldrei keypt það. Ég bara veit að við erum inn í öryggissvæði Bandaríkjanna og þannig það bara. Ég hálfu sammálaður og hálfu ósammála. Ég sammálaður að öryggislínan okkar liggur annars staðar en ég ósammálaður með að við þurfum ekki að huga að okkar eigin vörnum. Ég held að í fyrsta leið hefur Donald Trump sýnt að hann leggur áherslu á það að bara ef hann á að vera með þér í liði að þá þarf þú að sinna einhver svona lágmarksaðgæslu. Hins vegar er ég aldrei sammála því og ég bara setja einhverja tölu og reyna svo bara einhvern veginn að fylla upp í hana. Þú þarf bara að skilgreina, þú ert að byrja á hinum endum, þú ert að skilgreina hvað það sem að við þurfum að hafa í lagi og svo hvað kostar á, hvernig getum við gert þetta þannig að hlutinni séu í lagi, ekki byrja að við ætlum að fara í 1,5% og svo bara hvað getum við tínt til inn í þetta og einhvern veginn uppfyllt þetta með einhverju. Það finnst mér óbúslega skrítin nálgun en ég algjörlega sammála því að við þurfum
að gera ýmsa hluti betur og við þurfum að vera í stakk búin til þess að ef allt fer á annan endan að það þurfi að hafa eitthvað lágmarks viðbragð hérna og ég er ekki að segja að það þurfi að vera íslenskur her en við þurfum einhvern veginn að geta varið svona okkar lykil einingar þá í þann tíma minnstakosti sem það tekur að fá aðstoð annars staðar frá hans að það tekur tíma og ekki búast við því að þú fáir frontline A-lið hinna landana, þú ert að fá C-liðið. Það er líka við erum að skilgreina ógnina sem að stafa sem við stöndum frammi fyrir sem er ekki endilega rússnesk innrás. Það getur verið önnur atriði sem er meiri ógn á Íslandi. Og ég líka vara við þegar að vera að tala um vinaþjóðir eða like-minded nation eða hvernig sem myndir orðað. Það er engin annar bróðir í leik í öryggismálum. Og það erum við að sjá núna til þess með Bandaríkjunum og klofningum innan NATO. Það er engin annars bróðir í leik. Mér finnst alveg sérstakt að eiginlega sitja undir þessu. Mér finnst það. Það sem þú ert að segja er að því að við... Ég býst afsökunar verið ekki að tala í meginströmmnum, Já, þú ert bara að tala um Finna, þú ert að tala um Normenn, þú ert að tala um Eystrasaltslöndin, þessi lönd sem eiga bein landamæri að Rússlandi. Og þú ert að tala fyrir því, Gunnar Smári, að vegna þess að við teljumst til Homeland Security í Bandaríkjunum, þá eigum við bara að láta Finna róa. Og við eigum að láta Noreg róa og við eigum að láta Eystrasaltslöndin róa af því að þetta kemur okkur ekki við vegna þess að við erum undir verndarvæng Bandaríkjanna og getum treyst því og þú og þessi nefndir halda fram að við munum bjarga Eystrasaltslöndunum, Póllandi, Finnlandi, við erum ekki að fara að gera það. Ég verð því miður verið að bara benda á það. Við erum ekki að fara að gera það ein og sér sem Ísland en Evrópa og Evrópustóðin innan NATO verður að styrkjast vegna þeirra beinu ógna sem að bandalagsríki, Norðurlöndin, Eystrasaltslíkin standa frammi fyrir. Og það er bara svona, ég bið þig bara aðeins að velta fyrir þig hvað þú varst að segja. Ég heyrði hvað ég að segja. Þú varst að segja að vegna þess að við getum treyst því að Bandaríkjamenn komi okkur til hjálpar ef að hættastæði að þá sé fáránlegt að við hugsum fyrir því að við erum reyndar jafn mikilvæg staðsetning fyrir öryggi Evrópu eins og Bandaríkjan. Vegna þess að við erum mikilvæg fyrir öryggi Bandaríkjana vegna þess að svokallega hlið milli Grænlands og Bretlands er það svæði þar sem helst er hægt að sjá hvort það séu kapátar og ferðin og svo framvegis. En þessi svæði hér, hafsvæðin hér í kring, skipta auðvitað líka mjög miklu máli fyrir varnir Evrópu. Og þess vegna snýst þetta ekki bara um það að vera bara ána með að vera undir verndarvæng Bandaríkjanna og láta eins og Norðurlönd og Eystrasaltslöndin og Pólland kom okkur ekki við. Mér finnst þetta svo hæpin afstaða og svo eigingjöld að ég bara bið þig að aðeins að hugsa hvað þú ert að segja. Ég er að segja það að öll lönd skilgreina sína öryggishagsmuni út frá eigingjaldi sinni. Og Írland er til þess ekki í NATO, finnst þetta eigingjald? Öll lönd eru mótið að vera af reynslunni í seinni heimsstyrjöld. Þegar seinni heimsstyrjöld byrjaði þá tóku flest minni ríki í Evrópu þá afstöðu að vonast bara til þess að stríðið færi eitthvað annað, að það kæmi ekki til þeirra. Meðal annars þá stóðu Norðurlönd ekki saman sem leiddi til þess að Stalin réðist á Finnland og Hitler réðist á Danmörku og Noreg og við vorum svo heppin að voru Bretar sem komu hingað og þess vegna er okkar reynsla af heimsstyrjöldteknin að þetta sé nú kannski bara allt í lagi, við græðum bara á endanum. En eftir seinni heimsstyrjöld þá var ákveðið að besta leiðin til þess að koma í veg fyrir stríð væri einmitt að standa saman. Vegna þess að stríðið kemur til þín á endanum og eina leiðin til að stoppa það er að stoppa það strax. En þetta er grundvöllur sem liggur á bakvið þessa utanríkisstefnu Íslendinga og nýju öryggisstefnuna er það að við séum að sjá svona dómínóeffekt að Rússland muni hægt og bítandi leggja undir sig alla Evrópu. Ég bara veit ekki neitt sem að í alvörunni trúir þessu. Þú ert að gefa þér alla Evrópu. Mér finnst alveg nóg að Eystrasaltslöndunum standi ógn og Finnlandi standi ógn og Noregi standi ógn og Póllandi standi ógn og þessum bandamönnum standi ógn. Hvert og eitt þessara ríkja stendur mjög veikt ef það stendur eitt. Ef hins vegar löndin standa saman og þá má segja að það sem er kannski í húfi hérna og við erum í raun að ræða af óbeint er eins og Valur að nefna lærdómur sögunar þar sem að
Evrópa annars vegar stofna til nánari samvinnu milli landa sem fyrst var kol- og stálbandalag og síðan Evrópubandalagið og síðan Evrópusambandið til þess að minnka líkurnar á átökum milli ríkja Evrópu sem höfðu verið rótin að heimsstyrjöldinni fyrri og síðar eins og við köllum á svo bjartsýnan hátt. Og síðan var það stofnun Atlantshafsbandalagsins og Bandaríkin raunar studdu bæði Evrópusamstarfið og voru lykil aðili í stofnun Atlantshafsbandalagsins og hver voru skilaboðin í því? Að Þýskaland myndi ekki herfaðast aftur, að Evrópulönd myndi í raun vera með svona einhvern lágmarksviðbúnað hernaðarlega en myndu njóta skjóls, öryggistryggingar sem að Gunnar Smári réttilega að draga fram að við njótum vegna legu okkar en líka vegna verunar í Atlantshafsbandalaginu. Og það sem að gerast núna á undanförnum misserum og sérstaklega bara eiginlega á þessu ári að skýru skilaboðin hafa verið að skerpast. Evrópa þarf að geta tryggt eigin varnir, ekki hvert og eitt land skili eftir með það eins og þú ert að tala fyrir, heldur Evrópa sameiginlega og þá stöndum við frammi fyrir þeirri spurningu, heyrðu, ætlum við bara að sitja hér í skjóli Bandaríkjanna og treysta því að þau koma okkur alltaf til bjargar, eða ætlum við að taka þátt í NATO, vera hluti líka af þessari Evrópustóð og það er það sem við erum að leggja til í þessari skýrslu. Það sem að Austur-Evrópuríkin, ég ætla að skjóta þín, Austur-Evrópuríkin, þau horfa til þess að Bandaríkin geti vendað sig gagnvart Rússum. Þau hafa enga sérstakan áhuga á einhverjum evróskum her eða evróskum öryggisviðbúnaði. Þau vilja að Bandaríkin haldist inn í Evrópu. Þess vegna til dæmis fóru ekkert Austur-Evrópuríki eða ekki fulltrúi Austur-Evrópuríki á fundin í Hvíta húsinu, en það er líka klofningu þar á milli. Þessi hugmyndir hérna í vestrinu að við getum byggt upp eitthvað sem getur komið í staðinn fyrir vernd Bandaríkjanna, fólki sem býr í austrinu, það hefur engan áhuga á vernd frá Brussel, það er frá vernd frá Washington. Gunnar Smári, kannski höfum við ekki val. Kannski Evrópa, kannski hefur Evrópa ekki val, annarkort ver Evrópa sig sameiginlega, þau eru bara mjög mörg og langt flest í NATO og já bara í miklu sambandi og þú sem talar hér í nafni þeirra, annars vegar þegar þú segir Ísland á ekki að gera neitt til sem að getur talist framlag til að verja aðra nema sjálfa sig og hins vegar þetta segja að Austur-Evrópa styðji ekki það að NATO eflist og Evrópustóð búið sig undir að Bandaríkin fari úr NATO. Öll þessi Austur-Evrópuríki voru í hag að samþykja að leggja meira til hernaðar. Öll þessi Austur-Evrópuríki leggja áherslu á að NATO sé samstarfsvettvangurinn en Evrópustóðin þarf að styrkjast, það eru allir sammála um það, annað er bara bull. Þegar ég var í Pólandi þá var fólk á því, bara hvað sem á því að Pólland þurfti að vera undirbúið sem til að standa eitt og það er bara sem Pólverjar hafa lært af sögunni að síðast á brugðust Bretar og Frakkar meðan Þjóðverjar og Rússar réðust á þá. Og það er bara sem þeir læra af sögunni, þeir eru undirbúin sem standa einir en auðvitað vilja að fá alltaf þá hjálp sem að þeir geta. Bandaríkin eru auðvitað bestið kosturinn en Evrópa næst besti en síðan undirbúinir undir að vera sinni. En hvað ætlar að segja þessu? Já, ég segi forsendurnar sem þegar þetta var 75 ára gamlar. Jú. Það er réttar í dag? NATO var stofnað eins og Gáningarnir segja til þess að halda Bandaríkjamönnum inni, Rússum úti og Þjóðverjum niðri. Tvær af þessum forsendum hafa að einhver leyti breyst. Það er ekki lengur markmið að halda Þjóðverjum niðri, heldur eiginlega allar þjóðir í Evrópu að biðja Þjóðverja að vernda sig nánast. Þeir eru þriðastasta hagkerfi í heimi og þeir eru þeir einu sem að geta það. Jú, það er ennþá verið að reyna að halda Bandaríkjunum inni og það er nú ekki alltaf mjög fallegt að sjá Mark Rutte smjaðra fyrir Trump og en það er ekki víst að það sé lengur hægt og langtíma hagsmunir Bandaríkjanna, það að Bandaríkja skulu ábyrgjast Evrópu, varnir Evrópu með miklum tilkostnaði bara tilvíðun sem gerðist í kjölfar seinni heimsstyrjaldar. Og áður fyrir þá var að maður segja að það miklu meiri fasti í bandarískum stefnu að hugsa bara America first og loka sig af. Þannig var alltaf 19. öldina, þeir drógu seint og síðan í fyrri heimsstyrjöld, drógu sig síðan út aftur leiðu þau gátu, þeir tóku ekki þátt í stofnun Þjóðabandalagsins sem að þeir höfðu þó átt hvata að. Þau gerðu ekki neitt þegar Hitler lagði undir sig Evrópu. Það var fyrst þegar Japanir réðust á Perluhöfn og það var Asíumein því að Bandaríkjamenn voru miklu meira en að hefta útbreiðslu Japana í Asíu og þetta
það sem að Obama líka vildi gera, það var hann sem fyrst vildi að Evrópa færi meira að auka útgjöld til eiginvarna og tala pivot to Asia, þarna einn mikla áskorun, þannig að það að Bandaríkin skuli, og eins og sumir segja, 300 milljón Bandaríkjamanna segja vernda 500 milljón Evrópu og frá 150 milljón Rússa, þetta er engin fasti í mannkynssögunni og ekkert sjálfgefið að muni halda áfram endalaust og við þvert á móti mitt vera að resta. Hvernig voru viðbrögð til dæmis þessu drónafluginu yfir Pólland? Bandaríkjunum, við að halla lítilmenn er ennþá að lesa þetta fyrsta tweet hans Trump þegar hann sagði here we go, en hann eins og allir sem reyna að semja við Putin, þá virðist hann vera svolítið uppgefinn, Zelensky og Macron og allir hafa reynt og Putin hann er meira að segja er ekki að þykjast. En var þetta bjölluat bara? Putin held ég og ég held Það er ekki mikill rússneskur her við landamæri Póllands. Það eru heræfingur núna í Hvíta-Rúss. Líka tilflutningur á herafla NATO að austur. Sem við pröfum því. Þannig þetta er stigmögnun í gangi, það er alveg augljóst. Það er náttúrulega eina stærstu heræfingar sem að hafa reyndar verið reglulega. Það eru óvenjustórar, byrjað á föstudaginn og eru í Hvíta-Rússlandi. Og þetta gerist og þessi flygildi koma frá Hvíta-Rússlandi bara örfáum dögum eftir þessar risastóru heræfingar. Og Evrópuríki hafa verið að auka viðbúnað sinn við þessi austurlandamæri. Það er bara nýlegt að Þjóðverjar opnuðu raun eða sem eru með þúsundir hermanna í Eystrasaltslöndunum og núna er NATO að færa fleiri heri þannig að þarna er verið að bregðast við en ég held að bara hér á Íslandi, ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá Val er að því að við höfum ekki beina reynslu af styrjöldum þá er þetta okkur ofboðslega fjarlægt og það er erfitt að tala um þetta og hugsa um þetta og taka það inn að við höfum eitthvað hlutverk annað en að hugsa bara um okkur sjálf í þröngum skilningi. Ég held að við verðum að muna að núna þegar verið að setja spurningamerki við allt alþjóðakerfi, alþjóðalög, sjálfstæði og fullveldi, sérstaklega smárra ríkja, þá eigum við sem smáríki óbáslega mikið undir því að vera í nánum og góðum samskiptum við líkt hugsandi þjóðir og okkar nánustu bandamenn vegna þess að þetta eru viðsjárverðir tímar og þetta erum við að draga svolítið fram í þessari Við erum enda búin að vera að hlusta á Íslands stjórnvöld flytja þennan boðskap alveg frá innrásinni í febrúar, ég man ekki, 2022. Þannig það er ekki þannig að þetta sé eitthvað svona rödd sem er ekki fengið að heyrast. En þess vegna finnst mér alltaf ánægilegt þegar almenningur er spurður að minnst almenningur ekki smitast af þessum svona ákafa stjórnmálastéttarinnar að tala fyrir herrvæðingu og Ég ætla að draga það fram að þvert á það sem þú ert að fullyrða núna um hug almennings þá ef þú skoðar bara kannanir sem hafa verið gerðar áratugum saman eins og Eurobarometer og afstöðu almennings í Evrópu til aukinnar samvinnu þjóða að þá stóreykst hún eftir innrás Rússa 2022 á Íslandi sjáum við nákvæmlega sama gerast gagnvart Evrópuspurningunni að það stóreykst stuðningur almennings við það bæði að láta aðildarviðræður reyna og að ganga í Evrópusambandið. Hvers vegna? Það er kannski engar einfaldar skýringar en ég held að fólk skynji en ég held að fólk skynji Menn geta alltaf að lesa hvað sem er út úr svona könnunum. Ég held bara að fólk skynji og þú varst að tala í nafni almennings og ég bara að benda á ákveðna staðreyndir sem bendi í aðra átt. Ég held að fólk skynji að minni lönd, sérstaklega mjög lítil lönd, þurfa að gæta hagsmuna sinna, þurfa að vera mjög vakandi fyrir þróun í alþjóðamálum og þurfa að vera í nánu og góðu samkomulagi og bandalögum við líkt hugsandi þjóðir. Ég ætla bara að segja það að ég styð Evrópusamvinnu í þessum efnum en ég var þó að segja, eins og hann segir ekki augljóslega, ég sé engan
svona varnarlegan ávinning í inngöngu í Evrópusambandi en ég skil miðað við aðstæður hvers vegna það notað sem eitthvað en þá held ég að þau þurfa að færa betri rök fyrir því hvers vegna það samstarf sem við eigum við Evrópu núna í gegnum bæði EES í gegnum hernaðarbandalög og annað að það var einhver aukinn ávinningur í því að fara í Evrópusambandið. Að öðru leyti finnst mér það, ef ekki hægt að færa almennileg rök fyrir því, að þá finnst mér ekki smekklegt að nota þetta sem eitthvað tálsýn fyrir því af hverju við ættum að ganga í Evrópusambandið. Svo valið sig á milli Evrópusambandsins og Pútín sem svolítið falskt val. Ég held að sé enginn að stilla því upp þannig. Það er einfaldlega bara verið að benda á það að Evrópusamvinnan að breytast, hún að breytast mjög hratt. Evrópa raun að svara kallinu með nýrri stefnu sem var sett fram fyrir á þessu ári með 800 milljarða evra framlagi inn í varnir með aukinni samhæfingu á uppbyggingu bæði varnarviðbúnaðar og öðru. Það verið að í raun beina sjóðum, uppbyggingasjóðum og nýsköpunarsjóðum Evrópusambandsins meira í þessa átt og þó að NATO verði ennþá hjartað og regnhlífin sem að, og það allir sammála það sem að þetta ef við skoðum þetta bara aðeins lagalega að þó ég hafi sagt að alþjóðalög séu í ákveðnu uppnámi núna að ef við berum bara saman 5. grein Atlantshafs sáttmálan sem í raun pólitísk yfirlýsing og síðan lagalega bindandi grein það að Evrópusambandsríki komi hvert öðru til bjargar að þá alveg hægt að sjá fyrir sér þróun í þá átt að slík lagaleg skuldbinding geti nýst okkur ef og þegar til kastana kemur og það að vera við borðið getur bara haft gildi þó svo að þessi umræði sé bara rétt að fara af stað og ég ætla ekki að halda þið fram að það sé upp á og endir einhverjar Evrópuumræðu staðan í öryggis- og varnarmálum þá skiptir þetta samt máli. Ég ætla að fullera það að allt þetta sem nefnir, hvort sem lagalegt uppbygging sjóða eða hvað sem það þetta væri allt eitthvað sem væri hægt að taka upp í gegnum núverandi samstarf sem við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samninginn þar sem við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á hlutina, jafnvel beita neitunarvaldi sem meiri áhrif heldur en við höfum við borðið í Evrópuþinginu eða með eitthvað eitt sæti í ráðinu. Þú veist, ég held að sér fyrir eitthvað af þessu sem að myndi fara þá fram í gegnum Evrópusambandi, eitthvað af þessum þáttum sem þú nefndir, væri ekki hægt að taka upp á grundvelli Evrópusambandi, evrópska efnahagssamninginsins. Það margt sem hægt að taka upp á grundvelli EES en varnar- og öryggismál einn af þáttunum eins og alþjóða tollamál sem utan EES-samningsins. Auðvitað væri hægt að semja það að það yrði hluti EES-samningsins. Ég hugsa eins og að það væri dálítið viðurhluta mikið. Ekki mikið eins og að fara í gegnum alla aðlögun að því að ganga í sambandi sem tekur svo mörg ár. En við tökum eftir því. Það þarf ekki að fara yfir lækinn til að sækja vatnið. En ég held að fyrsta skrifið, óháð því hvað fólki finnst Evrópusambandi, sé að gera samning við Evrópusambandi nánara samstarf á þessu sviði eins og Norðmenn og Kanadamenn og fleiri hafa verið að gera. En það undirstrikar að það ekki alveg frómt frá sagt að Evrópusambandi skiptir bara engu máli í þessu heildarsamhengi. Ég held að við varðandi öryggismála því að nefna að við ættum að skilgreina hver væri öryggisógn við Ísland. Og það má benda á til dæmis í Bretlandi og Frakklandi þar sem pólitísk upplausn og það stjórnarkreppa sem ekki hægt að sjá að muni jafna sig í Frakklandi. Það algjör pólitísk upplausn í Bretlandi. Það sömuleyti getum við sagt að svipa Þýskaland tifandi tímasprengja. Þannig eru svona mál sem eru öryggismál sem gætu haft áhrif hér. Það sem að getur orðið umbreyting á stjórnmálum þessara landa sem við ættum að hafa kannski meiri athygli á heldur en það sem við höfum ræða hér. Þetta miður rétt því að spurningin hvað gengur Pútín til og ég held að allar hefðbundnar kenningar steinefni efnahagshagsmuni jafnvel öryggishagsmuni
eiga ekkert alveg við vegna þess að Pútín haga sér ekki samkvæmt neinum hann. Ef hann hefði áhuga á að auðgast persónulega eða auðga þjóð sína þá hann haldið áfram að selja olíu til Þýskaland sem að voru mjög ábætasöm viðskipti en hann kominn til aldurs og ég held að sko hann sé með stór plön og drauma og það sem að mótaði hann örugglega var þegar hann var 37 ára gamall og var að vinna hjá KGB í Nýlöndunum í Austur Þýskalandi og sér Sovétríkin hrynja ekki út af vegna árás á NATO heldur bara þau hrynja innanfrá og honum sagt bara að brenna allt gögn og koma heim og fólk rýður upp og þetta eitthvað sem að örugglega mótað hann og hann hefur alltaf í huga að gæti gerst á Vesturlöndum og við erum nánast að sjá það gerast við erum að sjá NATO einhver liti klofna, við erum að sjá þjóðflögin klofna, við erum sko maka eða hægri populismi, hvað sem við kalla það eins og fasismi var einhver liti alþjóðleg hreyfing sem að alveg galið að þú veist alþjóðleg hreyfing auka þjóðinni sinna en eigi síður þá erum við að sjá öll þjóðflög tvistast, til betur fyrir erum við ekki komin mjög langt á þeirri leið hér eða í kosningum í Noregi en þetta eitthvað sem undirliggjandi og Pútín fylgist með og ýtir undir alltaf þegar hann getur með alls konar hætti og hann mun halda áfram að pota bæði utanfrá og innanfrá. En Valur, þetta væri þótt að væri ekki Pútín? Það væri, já, en hann ýtir undir þegar hann getur og vissulega, en líka potar utanfrá, af því hann treyst, sko, hann veit alveg að Rússland á ekki möguleika í hefðbundnu stríði, ekki einu sinni gegn bara Evrópu, vegna þess að hann hefur ekki mannaflan eða peningana í það, en hann treystir á það, ég held að Evrópa muni falla líka innanfrá og síðan bara heldur náttúrulega bóta hvernig það gerist. En við lítum á hin ósköpin, sem að gerast í Palestínu. Og þá hafa íslenskir ráðamenn verið svona gagnrýndir fyrir að tala ekki nógu skýrt þjóðarmorð og... Fólk hefur bara verið að krefjast frá aðgerðir, ekki fleiri orð. Það var upplifði ég kröfuna á laugardaginn í síðustu viku. Og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að ef við ætlum að vernda alþjóðakerfið, ef það grundvallaratriði fyrir smáríki alþjóðakerfið, dómstólakerfið og Sameinuðu þjóðirnar virki, þá það fyrirbrigði sem hefur grafið mest undan þessu Ísrael og Bandaríkin. Og þú varst að tala að geti verið vík á milli vina. Rubio var að lenda í Ísrael núna og lýsir yfir að þrátt fyrir yfirlýsingar Trump að þá sé algjörlega óbreytt samband Bandaríkjanna og Ísrael og það sem svarið þeirra við morðárásunum að senda utanríkisráðherrann á staðinn. Vissulega, það þetta galni stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael ekki fyrir hagsmuna Bandaríkjanna en Ísrael þetta þetta hörmungar palestínumanna og það alveg hræðilegt sem gerist þar á hverjum degi en til lengri tíma litið Ísraelsmenn líka að mála sig algjörlega út í horn með þessum hryllingi öllum og með því að fá alla upp á móti sér og Bandaríkjamenn virðast alltaf styðja þá sama hvað og það mun sennilega bara breytast til lengri tíma litið yngri kynslóð Bandaríkjamanna ekki á sama máli en til skemmri tíma litið virðast Hvað getur við gert? Ég held að það séu bara allir sammála að tímar aðgerða verða að koma í stað bara orða og þar skiptir bara mjög miklu máli að ná sem breiðast í samstöðu meðal þjóða í því og við sáum það fyrir sumar að Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandið sem tók saman skýrslu yfir ein 10 atriði sem að gætu verið næstu skref. Hún tók ekki afstöðu en þetta var svona greining á hvað þetta myndi kalla á, hvað aðgerðið kalla á samstöðu allra sem ekki alltaf fyrir hendi innan Evrópusambandsins, hvað getur veginn meiri hluti innan Evrópusambandsins gert, hvað geta þjóðir gert hver sig og við hefum líka séð ákveðið merki, meira séð Þýskaland lýsti yfir vopnasölubanni sem að því út af sögu Þýskalands var stór skref. Við sjáum þessar þjóðir sem í raun að fylgja í kjölfar Íslands og Svíþjóðar sem að fyrir rúmum 10 árum lýstu við stuðningi við og viðurkenndu sjálfstæði Palestínu að koma núna, Frakkar, Bretar, Kanadamenn, Ástralir og það verður núna mjög fyrirferðarmikið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem leiðtogar heimsins koma saman en það fátt sem hefur grafið undan trú bara venjulegs fólks og líka þeirra sem í stjórnmálum á alþjóðakerfinu eins og
það að stoppa ekki þessar hörmungur að geta ekki stoppað. Ég ætla ekki að draga neina fjöður yfir það. Þetta er auðvitað alveg skelfilegt og ég held að allir finni til vanmáttar gagnvart þessu. Hvað er hægt að gera? Kannski þetta kerfið bara fallið. Kannski þetta kerfið fallið. Það eru núverandi ríkisstjórn Bandaríkjanna og sumuleyti hafa Bandaríkin verið að draga sig út úr þessu alveg frá 1980. Þannig að sumuleyti þetta kannski bara afleiðing af því. Ég meina Bandaríkjamenn setja refsiaðgerðir á dómara sem að dæma gegn Ísrael. Bandaríkin eru bara virkið í að brjóta niður þetta kerfi. Já, það er rétt. Þeir voru hotstættin í kerfinu og núna eru það að draga sig út úr því, þannig að þá er alþjóðakerfið að raskast. Þess vegna eru að ræða þessi mál vegna þess að því miður þá er þegar að heimsveldi dregur sig tilbaka, þá verða rústur allstaðar, sennilega stríð allstaðar og það er þó verið sem við erum að búa okkur undir. En Ísrael hefur náttúrulega haft út af sögunni svolítið svona einkarétt á því að fara ekki að sömu reglum og allir aðrir. Þeir eru hafa leyfi til að gera hvað sem er. Þegar það leyfi er smásaman allt og hægt, en það er smásaman að vera tekið af þeim og það kemur ekkert aftur, held ég. Þannig að þessi sérstæða Ísrael, þegar hún er farin, þá er hún farin og þá er Ísrael náttúrulega bara hriður kargið. En að fara heim í stríði hérna, svo lítið stríði þannig á þingi. Það var svolítið stríði í sumar og svo þingi kom saman aftur. Það er ekki allir búin að leggja stríðsanskan á hilluna. Miðflokkurinn ætlar að vera... En Andrea heldur að verði öðruvísi Sjálfstæðisflokkur undir Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Hún er eiginlega að taka flokkinn yfir. Ég meina hún er formaður flokksins, ég held að hún er að skipta út þingflokksformaður í starfsmönnum. Það kom í samfylkinguna og maður sér heldur betur bragar mun á samfylkinguna við það og það sama gerist í Sjálfstæðisflokknum. Já, mikið gerist í Sjálfstæðisflokknum og gerist í samfylkingunni? Já, kannski eru að bera saman epli og appelsínur held ég, en ætla það sé ekki eðlilegt að formaður seti mark sitt á flokkinn. Þetta sumum finnst þessar uppsagnir vera svona kannski umfangsmiklar, það er stjórnmálaprófessor sagt það. Sumum finnst þarna annarri fylkingunni vera hampað á kostnað hinnar og gagnrýna þá að þetta sé kannski ekki alveg það sem hún sagði standa fyrir sem var í sameining flokksins. Og má ég skjóta inn, það er svolítið munur á það þegar Kristrún hérna tekur flokkinn undir yfir, að þá er hún að skilja auknu fylgi og fær þar alveg svona meðbyrinn sem að því fylgir. Það á bara ekkert við Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Þannig hún er eiginlega ekki búin, það er auðvitað að sjá í hvað umboðun er að gera þetta. Nei, það er líka bara hefur, það hefur ekki, sama stemning myndast eins og með Kristrúnu Frostadóttur. Einhver sagði að þetta væri að Sjálfstæðisflokkur væri svona Oddnýjar Harðardóttur tímabilinu sínu. Ég veit ekki hvað ég á að segja, en flokkurinn náttúrulega koma út úr rosalega erfiðu ríkisstjórnarsamstarfi sem að hefur pirraði marga og örugglega Sjálfstæðismenn meira en flesta að vera í þessu ómögulega samstarfi með sérstaklega Vinstri grænum og ég hugsa að flokkurinn líður fyrir það að hann mun þurfa að og hefur kannski gott af því að fara í smá naflaskoðun og hugsa hvað hann stendur fyrir og hérna mæta beittari til leiks og ég held að slíkt taki tíma og það tekur tíma líka bara fyrir kjósendur flokksins að fyrirgefa það sem á undan hefur gengið hvort sem að það sé sanngjörn afstaða eða ekki. Dagur getur kannski leiðbeitt ykkur, hann hefur farið út í eyðimörkina í tím Oddnýjar og fleira með mikinn dóm svona þjóðarinnar gagnvart ríkisstjórninni 2009-2013 sem hafði mjög illt orðspor á sér, kannski langt umfram tilefni. En síðan nær flokkurinn einhvern veginn áttum. Hvernig ég er alls engin sérfræðingur í Sjálfstæðisflokknum. Ef ég hef einhverja innsýn þá er það meira svona Sjálfstæðisflokkurinn í borginni. Og þar hefur mér ekki fundist þetta að vera tvær fylkingar heldur svona fleiri hópar og mér var nú alveg hugsað til borgarstjórnarflokksins þegar ég fór að kynnast þingflokki Sjálfstæðisflokksins í vor og að því að þú veist, mér finnst talað þetta séu tvær fylkingar, það er ekkert endilega tvær, þetta er kannski meira svona hópar eða
svona eins og maður upplifið það og ég ætla ekki Siggi nógu sterk fórustar ég átta mikið alveg á því eða hvort að það sé bara ennþá verið að takast svona innan borgarina var þetta það að vera svona takast á það hver hefði umboð til að tala fyrir hönd hópsins. Þannig leið og oddvitinn sagði eitthvað eða gerði eitthvað, þetta voru margir oddvitar, þannig að þetta var ekkert persónulegt hjá þeim, að þá stigu einhverju fram og sagði nei, við höfum alltaf verið með þessa skoðun og hina skoðunna en hérna hefur það satt ekki gengið aðeins betur á undanförnum missurum að standa saman. Þetta var rosalega einhvern veginn skrítið svona, þegar það var lagt að stað í upphafi kjörtímabils en maður svona upplifir að þetta sé aðeins meira samstíga núna. Hins vegar held ég að flokkurinn hefði í ljósi svona reynslunar með þetta prófkjör þar sem að það raðast einhvern veginn fólk úr sikur fylkingur saman og svo lendir í þarna kannski Hildur kannski með hóp á bakvið sig sem að var ekki hópur sem að stuttana. Það er erfitt. Til að halda Hildi og henda hinum? Já, ég aldrei á því að þú að halda einhverju persónu en hins vegar held ég að sé mjög mikilvægt að oddvitin hafi sterkan og samstíðan hóp á bakvið sig og þess vegna hef ég verið að hugsa að kannski væri svona oddvita prófkjör málið bara það var ekki síðast? Það var Eyþór. Nei, það var þegar Eyþór var. Ég held að það gæti svona listaldið úr þessu málu. Oddvitin hefði val að hverja hann takja með sér? Já, allavega mjög sterkar rödd í þeim efnum. Að því að við erum með helsta sakfræðing landsins hérna, sem Valur. Sakfræðing. Hann hefur skrifað margar greinar hvað eitt sem að maður velti fyrir sér, að því ég nefndi hvaða umboð Kristrún fær bara með því að þeirra fylgið eykst og það, fólk eldir bara build and they will come og nothing beats success og allt það. Sjálfstæðisflokkurinn á sínu tíma hann var náttúrulega gríðarlega stórar tjaldbúðir og þær héldu saman vegna þess að saman skilaði flokkurinn öllum þessum fylkingum, öllum þessum hópum árangri. Núna hópurinn ekki að skila árangri og þá eiginlega eðlilegt að hann tvístrist, að enginn ánægður með sína stöðu vegna þess að heildin, það ekkert flagg til þess að sameinast Það sem ég hugsa þarna hvort við sem að lifa niðurlægingar tímabil til Sjálfstæðisflokksins og því sé alls ekki að vinna. Ég held að það sé ekki fjarlægi að segja það en það sem ég hugsa bara í þessu við förum í svona smá einhverja Game of Thrones pælingar mér sýnist að það sé svona óhætt að segja að þeir sem voru áherslurörnum megin að þeir séu að fara út og þeir sem eru að koma inn hafa verið gulla megin. Það sem ég hugsa og Dagur náttúrulega kannski meiri pólitísku klækja refur en ég en svo þetta horfir við mér þá velti ég fyrir mér hvort að hún hafi verið bara nauðbeygð að fara í aðra áttina og vera þar eitthvað með hópa bak við sig sem að hún treystir Guðrún eða hvort að það hefði verið sterkara að reyna að balansa þessu. Við höfum það í huga Bjarni Ben gerði það einhverju leyti. Hann var með Guðlaug Þór sem ráðherra jafnvel eftir að Guðlaugur fór og bauð sig fram á mótunum eins og Þorsteinn með Davíð með Ég segi það, þannig að báða fylkingar höfðu einhverju leyti sem satt sæti við borðið. Ég hugsa að annarri fylkingun líði ekki þannig akkurat núna. Það sem ég hugsa líka það þegar hún setur allt sitt traust á þessa fylkingu sem að ásamt sína tryggð fyrst og fremst við Guðlaug Þór. Þá hugsa ég bara fram í tíman þegar að kemur landsfundur eftir 2 ár eða eftir 4 ár. Ef að Guðlaugur Þór hugsa sem svo að hann væri að þetta sé ekki að ganga nógu vel og hann myndi vilja sjá Diljá Mist sem formann eða bara sjálfan sig jafnvel. Þá gæti hann boðið einhvern annan fram og þá myndi Guðrún missa óbúslega mikið fylgi. Hún myndi ekki sigra. Þannig að ég svona velti fyrir mér bara svona hver taktikinn þarna. Ég held að þetta sé rosalega erfið staða sem hún í og erfitt að ákveða og ég bara ákveða að treysta einni fylkingunni og hvað ef hún gæti verið að sá í akkur óvina síns sem var náttúrulega biblíulegt mál. Ég skal ekki segja en hún í mjög snúinni stöðu svo mikið er víst. Dagur, þú ert öllu vanur í þínu pólitíska ferli framlengt meirihluta ítrekað. Hvað finnst þér þetta sem við erum að tala Sjálfstæðisflokkinn? Skilurðu Guðrúnu? Ég hef bara reynt að passa mig að vera, þú veist, stjórnmálamaður en ekki stjórnmálaskýrandi, sérstaklega þegar kemur að öðrum, það liðu ár og ár og ár áður en ég einhvern veginn sagði frá því að ég upplifði
Sjálfstæðisflokkinn sem marga hópa og það væri bara vafamál hvort það væri stjórntækur í borginni. Þannig að ég ætla nú bara ekkert að blanda mér á mikið í þetta. Ég vona bara öllum gangi vel og út úr því kom einhver svona skýr og uppbyggileg pólitík sem þá hægt að takast á því að þingið eins og var í vor var ekki gott og En Valur, getur verið að við sem að lifa hnignunartíma Sjálfstæðisflokksins og það muni bara það er búið að geta af sér Viðreisn, það er búið að geta af sér Miðflokkurinn meir og minna flosnaði Sjálfstæðismenn. Þannig að þetta er búið að hafa gríðarlega áhrif, eitthvað svona niðurbrót Sjálfstæðisflokksins á pólitíkina hingað til. Það gæti alveg haldið áfram. Já, eftir hrunið náttúrulega fór allt flokkakerfið að riðlast og það er ekki alveg búið að lenda ennþá en það gæti jú verið og miðið Noreg, nýafstaðnar kosningar í Noregi, þá er Høyre sem er systurflokkur Sjálfstæðisflokksins, hann fór mjög illa út úr þeim og Fremskrittspartiet sem er hann er miklu eldri en meira í anda Miðflokksins, hann að sigra þannig að... Og Íhaldsflokkurinn í Bretlandi sem Sjálfstæðisflokkurinn alltaf horft mikið til, talandi Guðlaug Þór sem hann talaði alltaf eins og bara út úr þeim flokki. Þannig að það getur vel verið að við förum öll að bráðum að sakna Sjálfstæðisflokksins og vildum fá hann aftur meðan öllu verri hægri upp taka við. Hver myndi ekki frekar vilja fá breska Íhaldsflokkinn heldur en Farage eða... Herðu, nú erum við að standa þessum sögum. Við ætlum að hætta núna. Því að öll erum ykkur að dagskrá hér á eftir, persónulega, En Valur, Dagur og Andrea, takk ykkur fyrir komuna. Og Smári, það verða svo umræður hér áfram eftir augnablik. Já, við ætlum að ræða svolítið svona menningarstríð í Bandaríkjunum, skautun og fleira, fá að hinga fólk sem að þekki til málefna Bandaríkjanna en er líka einhvern veginn inn í þessari skautun. Það er Hulda Þórsdóttir sem er stjórnmálasálfræðingur, Margrét Valdimarsdóttir sem er afbrotafræðingur, Magnús Helgason sem er sagnfræðingur, þau eru öll sömul menntuð í Bandaríkjunum og svo kemur Gunnlaugur Jónsson frumkvöðull sem hefur svona innsýn inn í svona nýja hægrið, getum við sagt, komið hér eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, velkomin aftur. Nú ætlum við að ræða út frá morðinu á Charlie Kirk í Bandaríkjunum. Við ætlum að reyna að meta hvaða afleiðingar það hefur og inn í hvers konar stjórnmálaumræðu morði getur kveikt í. Og hingað komið fólk sem þekkir til málsins af ýmsum hætti. Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og menntuð í Bandaríkjunum. Já. Í New York sem náttúrulega ekki Bandaríkin. Svo bjó ég reynda líka í Kaliforníu sem ekki heldur Bandaríkin. Ekki út frá sjónarhóli Trump allavega. Og Hulda Þórisdóttir sem stjórnmála sálfræðingur. Þú menntuð í Bandaríkjunum? Heldur betur. Ég líka menntuð í ekki Bandaríkinum, bjó í New York í mörg ár. Bjó líka í Los Angeles eitt ár. En ég líka búið í New Jersey, þannig að það svona smá það sé kannski ekki alveg. Það kostur hér. Það smá alvöru. Gunnlaugur Jónsson, þú ert frumkvöðl, en þú hefur svolítið verið að flytja inn í svona hægri menn inn í þessu umræðu, sem kannski tengist í þessu máli. Já, svona hægri menn í gamla daga voru með hagfræði meira á heilanum. Og hafa vanrækt dálítið svona að fjalla hlutin út frá sálfræðilegum og félagslegum sjónarhóli. Sem þú hefur viljað laga. Já, ég verið að reyna að laga það. Við bóðið Jordan Peterson og Gat Saad til Íslands til þess að ræða við Íslendinga. Allt svona svakalegi menn. Já, mjög skemmtilegi menn.
Og svo Magnús Helgason, sagnfræðingur, menntaður í Bandaríkjunum. Jú, og í alvöru Bandaríkjunum. Alvöru Bandaríkjunum. Já, í Minnesota. Eins og má sjá á skegginu á þér. Það er svona. Herðu. Þeir hétu Bachelor Farmers, norskir landnemar í Minnesota og ég held að þetta sé svolítið svona þannig skegg sko. Nei, og Minnesota byggum þar í 8 ár. Herðu, má ég kannski byrja hversu mikilvægur þessi atburður, Margrét? Dauði Charlie Kirk, bara mjög mikilvægur. Ég held þetta sé alltaf verið pólitísk átök lengi og bara saga Bandaríkjanna litu að pólitískum átökum og ofbeldi tengdu því. En ég held að þetta morð sé til þess fallið að auka átökin enn meira, auka ofbeldið enn meira vegna þess að það er þannig að sko þrátt fyrir að svona manndrápstíðni í Bandaríkjunum hafi almennt farið lækkandi að þá er ofbeldi sem er skilgreint sem pólitískt ofbeldi, hatursofbeldi, það sem er ráðist á fólk fyrir hvers trúar það er eða hver það er og innanlands hryðjuverk, ofbeldi svona sem er notað sem mótmæli til þess að auka ótta með almennings að þess konar árásum hefur verið að fjölga mjög mikið og þráttur að allt ofbeldi séu þetta hræðilegt og alvarlegt að þá er þessi tegund svo svakalega skaðleg vegna áhrifana sem hún hefur á samfélagið í kjölfarið. Og við sjáum það bara strax að hvernig svona helstu ráðamenn í Bandaríkjunum tala þessa árás, hver er ábyrgur fyrir henni. Þetta er ekki bara árásamæðurinn sem er ábyrgur fyrir henni, heldur er þetta bara helmingur þjóðarinnar sem er gerður ábyrgur fyrir þessari árás. Þannig að ég held vinstrimenn segir það. Vinstrimenn. Þannig að ég held að þessi árás muni hafa miklar afleiðingar. Hulda, skiptir máli hver morðingin er? Sko, þegar maður les bandarísku pressuna, þá virðist það ekki skipta neina máli. Það er bara hver heldur fram sínu mynd. Ég ætlaði akkurat að fara að segja það. Sko, í raun og veru ætti það náttúrulega að skipta máli. Einhverju máli. Hver væri, hvort að morðingi væri pólitískt mótiveraður eða ekki og þá hvers konar mótivasjón. En það sem við erum að sjá núna, því það eru svona að koma inn smátt og smátt meiri upplýsingar morðingjan og það stangast svolítið hressilega á, þannig maður er bara alveg vissum að sé vinstri sinna fyrst svo, alveg vissum að sé hægri sinna og nú aftur bara, þú veist, nei, var þetta transgender, maður veit ekki neitt. Sem er svolítið dæmi gert náttúrulega fyrir það sem er í gangi en ég held akkurat eins og þú segir það skiptir á endanum ekkert ægilega miklu máli vegna þess að þú munt trúa því morðingjann sem þú vilt trúa og sama þó að það komi einhvers staðar fram einhvers konar hlutlægar staðreyndir hann þá munu það ekkert endilega skila sér á alla staði þannig að þú munt bara ef þú ert mjög heitur í málinu trúa því sem að þú í rauninni vilt trúa. Þannig ég held að úr þessu, úr því sem komið er, hvernig þetta hefur þróast, að þá skiptir það einhverju máli, en ég held að skipti ekki öllu máli. En þetta mun kalla á aukið ofbeldi? Það er hægt við því, já, er þetta fullir það, en miðað við viðbröðin sem hafa komið fram og að þá eru þau, sko, já, það er, ef ég ætti að veðja eitthvað, þá myndi ég sannlega veðja á það að þetta kalli á aukið ofbeldi og við sáum sannlega strax í kjölfarið auknar hótanir, þó ég viti nú ekki, kannski viti þið betur en ég hef ekki séð neitt konkrít ofbeldisverk í kjölfarið, en þau geta hafi verið bara mörg og minniháttar einhvern veginn í kjölfarið. Sko. Og einhverju fréttir það að fólk hefur verið rekið sem að hafi ekki sýnt tilviðlega virðingu á samfélagslunum úr ofbeldisstofnunum? Já, minnst að kosti, já, allavega hóttur að ætta reka, kannski er búið því nú þegar. Já, jú, það er búið að reka eitthvað fólk, já. Gunnlaugur Jónsson, hver segir þú að sé merking þessa atburðar? Ég er dálítill aðdáandi Charlie Kirk og mér hefur fundist hann nálgast hlutina vel með því að tala við fólk eins og þið gerir hér og þið bjóðu hérna fólki sem er ekki sammála ykkur í samtal og það er nákvæmlega hans nálgun. Hann fór inn á háskóla þar sem mjög margir voru á sammálanum, sett upp borð og byrjaði að spjalla við fólk og var mjög háttvís og hlýlegur og þess vegna eru svona mjög
Já, hólar ásakanir það að hann hafi eitthvað verið öfga hægri maður eitthvað svo leys. Það var ekki alltaf, ég fór og skoðaði hans síðu sko, maður verið að passa sig að skoða ekki að sem aðri mata á mann og mér fannst þetta ekki allt vera háttvíst hjá honum, hann var svona hæðasta fólki sem var komið. Hann fastur fyrir, en síðan þegar hann hittir til dæmis fyrir fólk sem að eins og hann sakaður fordóma gagnvart transfólki og til dæmis kemur transmanneskja til hans og að spyrja hann ráða og það eitt myndband sem ég hef séð og það mjög hlýr í því öllu saman. Bara nýlega kemur transkona og hann stoppar og segir menn hafa spurt mig á hverju demokrata töpuðu kosningunum síðast. Það vegna þín. Já, það vegna einhver sem hún að segja trans, stuðningur demokrata við trans hafi sko grafið undan flokknum. Mér finnst það bara að láta svona sko eins og Rebbikókur. Já, er það ekki lögmætt sjónarmið samt? Hann kristinn í nálgun sinni og er þannig kærleiksríkur en það fer saman þessi áhersla á kærleikan og sannleikan þar að segja sína skoðun þó að hún sé óþægileg. Kristur hreindi borðum. Já, hann gerði það, hann hreindi borðum víxlarana og hann talaði mjög fast við farisejana og fleiri. Hver merkingin? Ég held að ég nefnilega bind vonir við það að fólk muni snúast til þess að horfa á þessa aðferð að tala saman og ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn. Það kona sem heitir Anita Wolfe sem var 100 ára í sumar og var tekið viðtal við hann á BBC. Hún hafði lifað af útrýmingabúði nasista en hún kunni á selló og spilaði í hljómsveit Auschwitz. Og hún beðin sín ráð eftir sína löngu ævi og sína ótrúlega upplifun og hún segir talk to each other before you kill each other. Og það finnst mér að eigi að vera lærdómurinn af þessu og mér finnst ekki skipta öllu máli hver tók þarna í gikkinn, hvort það vinstri maður eða hægri maður. Ég held að það veri vinstri maður að fréttum og ég held að það verði skýrt hvort viðkomandi það mun koma í ljós en mér finnst það ekki skipta öllu máli vegna þess að einhver svona viðburður bara ein manneskja af mörgum 100 milljóna sem klikkar eitthvað í hausnum og það segir ekkit það fólk sem sammála viðkomandi manneskju. Það fullt af góðu fólki sem sammála viðkomandi manneski ýmsa hluti. Það mögulegt að sjá eitthvað í viðbröðunum eða skoðanakönnum hvort fólk ánægt með þetta eða ekki og getur kannski séð eitthvað þar. Þú er mikið bjartsýnismaður. Já, ég hef ákveðna trú á manninum og núna boltinn hjá hægrimönnum í Bandaríkjunum. Þeir þurfa að bregðast við með í þessum anda, þessum kærleiksríka anda og setja tjáningafrelsið í forgrunn. Og ég veit það, menn hafa ekki alveg gert það eins og þú ert að vísa til áðan en það líka ákveðin mörk á því, þú veist, viltu vera með eitthvað sem að kenna börnunum þínum sem að fagna morði ef það gengið svo langt og svo framvegis, þannig að það verður að vera frelsi í það átt líka að fólk ráði hver að kenna börnunum þeirra þannig að já, ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýnn. Magnús, hver merking þessa andra? Já, ég veit ekki sko, ég held að það eru margar hliðar á þessu og kannski í fyrsta lagi þá var þetta viðbrögðin, hvað gerist og við tölum ofbeldi og hvort þetta íti undir pólitískt ofbeldi eða ekki en sko svo hitt sem augljósara og kannski svona nærtækara spurningin hvort það ítir undir polariseringu og skautun samfélagsins og ofbeldið sem við erum að sjá afleiðing af polariseringunni einhverju leiti náttúrulega polarisingin líka sem afleiðing af ofbeldinu en sko það polarisingin sem kemur á undan og hvort að morðið á Charlie Kirk leiði til frekara pólitísks ofbeldis eða ekki og hvort að það sé slæmt eða gott eða hafi engin áhrif sko ein spurning. Hin spurningin hvort það ítir undir sko þessa klofning þjóðarinnar sem ofbeldið birtingmynd af því að sko í svona stærra sögulegu samhengi að þá pólitískt ofbeldi náttúrulega sko samofið sögu Bandaríkjanna og Bandaríkjanna hafa gengið í gegnum fjölmargar bylgjur af pólitísku ofbeldi og menn og fólk hefur gripið til ofbeldis sem einhvers konar örþrifaráðs til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þetta ekki fyrsta skipti sem það gerist. Sögulega að þá hefur tilhneiggin verið svo að hægrið hefur verið gerandi, skulum við segja, eða svona jaðaröfl á hægrinu hafa verið gerendurnir í þessari sögu frekar en vinstrið. Og The Anti-Defamation League tekur saman tölur yfir pólitísk morð og hryðjuverk á seinustu 15 ára frá 2010
og hvort það voru 461 morð og af þeim sé hægt að flokka 76 sem sökudólgarnir eru hægri samtök af einhverju tagi, 4% eru vinstrimenn og þar með taldi bæði anarkistar og svartir þjóðernissinnar. Hitt eru hvítir öfgasinnar, hvítir þjóðernissinnar og þar fendur göttunum 18% eru íslamistar og svo einhver 2% er ekki hægt að flokka. Þannig að heilt yfir þá sögulega þá hefur það frekar verið hægrið sem hefur viljað koma sínum sjónarmiðum og framfæra svona. En, og það er tilfellið, er það vinstrið hefur líka gert það eða öfl sem hægt er að flokka til vinstrisins er einhver staðar á jaðri vinstrisins. Og í þessu sambandi held ég sem mikilvægt að gera eins og þú bendir á sem er þetta að við þóttum við getum flokkað hryðjuverkamenn eða menn sem beita ofbeldi til þess að koma pólitísku sjónarmiðum sínum á framfæri sem hægri menn eða vinstri menn, að þá þarf það ekki sjálfkrafa að vera áfellisdómur yfir hægrinu eða vinstrinu vegna þess að á endanum þeir sem grípa til svona aðgerða er fólk sem er eitthvað að hjá því í persónulegu lífi, andlegu lífi þeirra eða hvað sem það er eðlileg, venjuleg manneskja grípur ekki til ofbeldis til þess að koma sjónarmiðum. En eftir sem áður er alveg þekkt að það er sagt sem svo að það sem að stjórnmálamann segja og það sem er inn í almennu umræðu að við verðum að gæta okkar vegna þess að það eru veikir einstaklingar á meðal okkar sem að grípa svona að þegar að umræðan sveigist til aukinar hörku og dómhörku og afmennskunar andstæðingana að þá köllum við raunverulega yfir okkur ofbeldi. Já og það er því að þetta er svona stóra samhengið er það að bandarísk saga og pólitískt ofbeldi eru samofin. Ef við horfum nær okkur í tíma í þessu samhengi að þá vaksa upp birtast aðra spurningar eins og til dæmis ábyrgð og það er eitthvað sem menn hafi viljað ræða í Bandaríkjunum núna á seinustu dögum hver ber ábyrgð á þessu og stuðningsmenn Trump sjálfur og margir af aðdáendum Kirk vilja benda eindregið á vinstrið og segja þetta er allt saman vinstrinu kenna hvað segir Elon Musk á X hann segir að demókrataflokkurinn eða vinstrið sé flokkur morða hvernig var þetta Já, og sem er náttúrulega óttalega fáránlegt þegar maður hefur í huga þetta. Það skiptir ekki máli ef að tilgangurinn, ef þú ætlar að ná tilteknum tilgangi fram, þá skiptir ekki máli hvort að tilefni standi skoðun eða ekki. Nei, og svo eins og í þessu tilfelli að þá að þessi maður er einhvers konar furðu öfga hægri maður, gróipur. Sem dæmi þessum mörgu apakattarlegu hægri hreyfingar sem hafa byrst The Boogaloo Boys, menn sem trúa á einhvers konar samfélagsleg endalok og eru að reyna að kalla eftir þeim, eru að kalla eftir borgarstríð og það er það sem ég held að sé að stóra málið þessu, er það að afleiðingarnar munu verða hugsanlega þær að það kyndir undir einhverju pólitísku ofbeldi og við munum sjá meira af því en alvarlegra, það sem er alvarlegra er það að þetta kyndir undir pólitísku skautun samfélagsins og klofningi þess og það er það sem ég held að sé í stóra samhenginu stóra málið og það sem ætti að skipta okkur máli er ekki það hvort að einhverjir eru drepnir eða ekki í einhverjum öðrum löndum heldur er það þessi almenna polarisering og skautun og klofningur vestrænna samfélaga sem hefur verið eiga sér stað og við þurfum að ákveða því hér þetta er birtingarmynd þess og þetta mun ýta undir hana. Hjartanlega sammála Magnús eins og tala út mínum munni þessi tiltekni atburður er algjört smámál í samanbyrði við skautunin og skautunin er náttúrulega eins og við vitum öll orðin svo óbúslega mikil í Bandaríkjunum það sem ég finnst svolítið sláandi að sjá núna þetta er svo stórt og svo margt að tala um þetta með svo mörgum hætti en ef ég fókusera bara á eitt núna í sambandi við skautunina hún er komin á það stig að það er orðin svo rosalega mikil af mennskun að ég bara þetta svona dehumanization ef að þú ert mér ósámála ég er bara hörð hægri kona og harður vinstri maður ég sé þig ekki lengur sem fulla mannesku þú ert bara illa innrættur og heimskur annarkvort eða bæði og ég næ ekki að finna til fullra samkenndar með þér sem mannesku þess vegna sjáum við þessi viðbrögð á netinu yfir ok, hann var myrtur þú nærð bara ekki að finna til fullrar
samhygðar eða vorkenna honum og hans fólki með sama hætti og mér finnst þetta svolítið svona sláandi hvað þetta kemur í gegn bæði bara sem ég sé hjá hreinlega á mínu eigin persónlega Facebook-feedi og sömulegis náttúrulega ég auðvitað búin að liggja við fréttum eins og við vantarlega öll hér undanfallna daga. Þannig að það enn einn svona birtingamyndin og þau út komin þangað í þessa afmennskun þá rosalega erfitt að snúa tilbaka. Ég vona sannarlega og þú hefur rétt fyrir þér að þetta verði eitthvað svona wake-up call fyrir marga og förum að reyna að ræða frekar saman og einmitt að heiðra minningu hans með þessu. En það verður aldrei nema lítill eitthvað svona upplýstur bjartsýnn minnihluti sem gerir það. En það svo erfitt þegar ég bara líti á því sem bara... Já. En þessi aðferð hans að mæta líka og hitta fólk augliti til auglits stór hluti af vandanum þessi samfélagsmiðlar og þessi aftenging á milli fólks. Hann náttúrulega afsprengi samfélagsmiðla þessi maður. Já, hann það, en aðferðin hans samt gengur út á að reyna að sameina þetta tvennt og mæta á staðinn og hitta fólk. Er þetta ekki von þín sem þarna yst á hægrinu að þessi atburður leiði til þess að sjónarmiðin ykkar verði tekin gild við borðið, segjum þessi samlingaborð, vegna þess að ég fór og lasa hann aðeins yfir og mér kom á óvart hvað hann bara ótrúlega undarlegar hugmyndir sko. Hann hafnar því að það sé rasismi í Bandaríkjunum. Hann hafnar samþyktum á 7. áratugarins til þess að jafna hlut svartra. Hann hafnar því rasismann og hann segir að þetta sé eiginlega þveröfugt. Það séu hvítir sem að standi undir linnulausum árásum svartra og annara í Bandaríkjunum og tekur þar dæmi núna síðasti færslan hans var hnífstungu í lest. Það sem svartur maður stakk hvíta konu, hann blæs það upp sem dæmi hvað við hvítir í Bandaríkjunum þurfum að þola og hver ógnin okkar er. Hann er að mótmæla fórnarlambsnarratífi sem er búið að vera í gangi, sem er búið að halda svörtu fólki mjög mikið niðri, en það er ekki hort til þeirra eigin ábyrgðar eða þeirra eigin tækifæra. En er það beint hans svona hvítur lukkurittari fjármagnar af ríku fólki? Það er bara hvers sem er að tala það, við eigum bara að hafa tjáningarfrelsi og vera opin og það sem að tölur til dæmis sína að þetta allt saman rétt, það að segja að það er mun algengra ofbeldi svartra gagnvart hvítum heldur en öfugt, miklu algengara miðað við fjölda svartra og fjölda hvítra. Þannig að það er allt saman rétt og hann er ekki að segja það til þess að ráðast á svarta þvert á móti. En hann setur í samhengi við árásir á hvíta kynstofnin? Já, hann setur í samhengi við þetta fórnarlambs hugarfar sem að... Hann gerir það eins og ég orðaði, þannig að ég hlusta á þetta og ég get alveg verið vitni af því sem ég heyrði og sá. Akkurat, sjá til. Það sem er gert þegar menn fara í eitthvað skonar mannréttindabrot og stundum ofsóknir er að menn reyna að stilla upp einum hópi sem ofsangjanda og hinum sem fórnarlambi og það er búið að vera í gangi linnulaust hvað var að svarta og hvíta í Bandaríkjunum og hann er að verjast því og það sem er verið að leggja upp með því eru mannréttindabrot sem eru búin að vera í þessu stað gagnvart hvítu fólki í Bandaríkjunum til dæmis með svokallaðri jákvæðri mismunun þar sem að hvít fólk fær ekki sömu tækifæri í háskólum heldur en til dæmis svartir og það er rasismi sem er slæmur alveg eins og hinn rasismin slæmur, allur rasismi er slæmur og hann er á móti því og hann er að mótmæla því og hann vísar til talna þetta. En svo bara eitt atriði í þessu að því að mér finnst þetta svo áhugavert líka sko að því að ég er svo Hulda vissi svo sem ekki mikið þennan mann fyrir þetta mál og það er síðan svona bregða við á internetinu og aðeins heyrst fólk eitthvað spjall hann en svo fór ég eftir morðið og skoðaði svona Facebook og sá sér þetta, það er bara heilmargir af mínu Facebook-vinnur sem greinilega hann hefur haft tölverið haft áhrif á sem hafa litið upp til hans og þar sko sé ég, ég vissi ekkert hann en þar sé ég ákveðna mynd birtast af svona hlýlegum kristnum fjölskyldufaðir sem að lagði ofur áherslu að eiga samtal eins og þú ert að lýsa og svona rökræða ólíkar hugmyndir að maður gæti mitt átt í samtali við fólk sem að væri ekki sammála í pólitíki og það væri eðlilegt og það væri ekkert að því en maður þyrfti að ræða saman og ég svona hugsaði býtu hvað koma þá allar þessar áhyggjur af þessum manni en svo fór ég á annan samfélagsmiðl og þar sé ég bara allt aðra mynd birtast sem þú sko þetta er hans eigin síðu sko já, einmitt og nei ég er að segja og bara hún er á langmestu leiti hann að halda predikanir sko einmitt, það eru rosalega fáir ég hvet bara hlustendur til þess að aðtóða þetta sjálfir og skoða þetta vegna þess að við getum ekki treyst öllu sem okkur er sýnt 100% en mjög fáir munu gera eins og Gunnar
Smári að fara og skoða hans eigin síðu. Flestir að sjá einhverja svona klippur á sínu samfélagsmiðli sem einmitt þessi heimur sem við búum í dag sem svo hættulegur og mér líður stundum eins og við séum í einhverjum svona Black Mirror þætti þar sem við búum í algjörlega ólíkum heimi að mitt algoritmi sér til þess að mín sýn á heiminn bara félagsmótaður af þeim upplýsingum sem ég hef á meðan einhver önnur manneskja fær bara allt aðrar upplýsingar. Við erum ekki að tala saman út frá einhvern veginn sömu. Algoritmar eru mikið mein og þessi stuttu myndbönd eru líka töluvert mein. Það gerir þetta svo flókið og þrátt fyrir að einmitt að saga Bandaríkjanna sé fulla pólitískri ólgu og ofbeldi að þá upplifi ég akkúrat vegna samfélagsmiðla sem að við erum bara eyðum mörgu klukkutíma á daga að vera á og fá allar okkar upplýsingar. Vegna þessa að þá þetta líka nýtt. Þessi heimur sem við búum í. Að þetta svona öll þessi upplýsingaóreiða, allar þessar falsfréttir og svona eins og byrju hvernig var maðurinn í raun og veru og líklega ef hann eins og flest fólk þá hefur hann verið alls konar. Þú veist, hann hefur verið, ég sá einmitt eitthvað myndband þar sem hann að öskra á einhvern úling í salnum, svona missa stjórn á sér, hann hefur líklega verið alls konar og en það bara við eftir því hvernig þú hagar þér á internetinu þá farið meira og meira það svo erfitt að eiga þetta samtal þegar að við komum frá svo ólík, við erum ekki að setja sig í spór annara. Það miklu erfiðar í dag heldur að það var fyrir 50 árum vegna þess að við lifum ólíku lífi. Já, þetta náttúrulega algjör hraðall á svo skautun. Þegar ég hef mitt doktorsnám í NYU árið 2001 þá verið að tala heilmikið verið að tala skautun, hafa áhyggjur á aukinni polarisering í bandarískum stjórnmálum. Þetta byrja þá reyndar ennþá meira verið að tala þetta væri líklega meira skautun hjá elitunni, hjá stjórnmálamönnunum sjálfum, að komi minna til almennings en Sem vilja halda því fram að þetta hafi verið að byrjað á 10. áratugnum með því hvernig republikanar hegðuðu sér í þinginu. Þetta byrjar á 10. áratugnum alveg klárlega. Þetta væri eiginlega skautun á ofan að mörgu leyti. Já, það held ég sé engin spurning. Þetta kemur að ofan og akkur ég get alveg tengt við það. En þannig að skautunin, hún á sér lengri sögu en ég er svo hjartalega sammála Margréti að þetta þannig bara samfélagsmiðla að vera algjör hraðall, bara ofur hraðall á þessa skautun og það þarf ekki bara að vera republikan og demokrat í Bandaríkjunum. Mér finnst líka bara sláandi að sjá viðbröðin hérna heima eins og sonur minn 15 ára í 10. bekk. Ég bara, veist þú eitthvað hver þessi Charlie Kirk er? Hann bara, mamma, auðvitað veit ég hver hann er. Það vita allir í 10. bekk hver hann er. Svo talaði við vinkonur mínar mjög áhugasamar pólitík, margar jafnvel hægra megin í pólitísku tilverunni og hafa atvinna pólitík, jafnvel það bara nei, ég held ég hafi heyrt hann, hafði ekki hugmynd. Þannig að þetta bara gerast hérna á Íslandi og þá það bara aldursteinn, kannski kynjatengt, ég ekki alveg viss. Þannig að þessi skautun, talandi að búa í ólíkum veruleika, hefur alveg gríðarlega áhrif. En ef ég tek þetta erindi hans, sem meðal annars það að það sé ekki rasismi í Bandaríkjunum, það sé bara hættulegt að hugsa út frá því, sem hefur verið svona eitthvað sátt í Bandaríkjunum að það sé þetta verkefni samfélagsins að bæta fyrir veika stöðu sortra undanfarna áratugi. Erum við á þeirri stöðu að ef það var að samtal í samfélaginu að þá verðum við að bara fara að horfa á ýmsa jákvæðar hluti þrælahaldsins eins og Trump sagði þegar hann vildi bæta sýningu Smithsonians á þrælahaldinu. Hann sagði þetta var allt og neikvæð mynd. Já, það er nokkur atriðina. Kannski fyrst þetta með skautunina að stór hluti af þessari skautun kemur ofanfrá og er hluti af mótun bandaríska flokkakerfisins og þar eru athafnamenn eins og Newt Gingrich sem beinlínis hafa þetta sem markmið og eitt af stóru stefunum og þemunum í bandaríska stjórnmálasögu núna alveg síðan á 10. áratugnum hefur verið leitað rhinos. Republicans in name only. Og þetta hefur eitt af drifkröftum skautunurinn í Bandaríkjunum er það að það innan á hægri vægnum hefur verið hreyfingi átt af því að kalla eftir meiri flokkslínu samheldni og því að hreinsa flokkin af hægri mönnum sem ekki nógu íhaldsamir. Og það er þar sem til dæmis þessi grópirar komin og stuðningsmenn Nick Fuentes sem hefur verið mjög uppsigað við Charlie Kirk og þessi morðingi virðist vera einn af þeim, ekki það öll kurl eftir að koma til grafar.
sömu fréttamilum, þess að aðrir fréttamillar leggja höfuð áherslu á það að hann hafi herbyggisfélagi mann sem að vildi skipta kyn. Ég held að þú getur alveg verið hægri sinnara, vinstri sinnara, hvað nú og haft kynhneigð sem getur verið svona eða hins einn. Ég held að við ættum að fara varlega það er eitthvað saman sem ekki mikil kynhneigð. Post og fleiri slíkir miðlar. Þetta er höfuð áhersla þeirra í dag. En svo hugmyndafræði sem hann virðist hafa einhverja síður aðhylst, það frjárstæðkennt að tala einhverja trans hugmyndafræði og leggja það í jöfnu við vinstri og það að hafa einhverja kynhneigð að leggja það í jöfnu við vinstri. Það sem hann virðist hafa haft við Charlie Kirk aðtuga og þessir grópurar það að hann sé ekki nógu hægri sinnaður. Og það sem ég vil bara leggja þar áherslu á við þurfum að muna það að það er meira en bara einhvern veginn hægrið og vinstrið heldur líka það innan hægrisins eru hreyfingar og Charlie Kirk gæti hafa verið mitt fórnarlamb af þeim hreyfingum frekar en það að þetta sé menningarstríð hægris og vinstris. Það er bara að draga þetta fram. Hitt sem ég vil líka leggja áherslu á og mér held að sé mikilvægt við munum það Charlie Kirk hefur skoðanir og reyna að koma þeim á framfæri og hann talar mikið það og stuðningsmenn hans hafa viljað benda á það að hann vilja koma þeim á framfæri með lýðræðislegum hætti og sannfæra fólki lýðræðislega samræði sem er að vissuleyti rétt. En annað sem hann verður frægur fyrir það að halda úti listum yfir háskólaprófessora sem hafa rangar skoðanir og hvetja nemendur til þess að tilkynna slíka prófessora. Og það partur sem þú talar við höfum að hafa ágjörð því hvað verið að kenna börnunum okkur, þetta er alveg legitimate, en það líka, má setja spurningamerki við það, þetta eðlilegur hluti af lýðræðislegri samræði að búa til lista yfir þá sem hafa rangar skoðanir og við teljum að sé einhvern veginn þar með óvinir samfélagsins og því að ég held að það... Þetta fólk fær mikil afleiðing að þess að lenda á þessu lista. Fólk getur mist vinnuna og getur verið óbærilegt og það getur verið óg sem stendur á fjölskyldu þeirra og þeim sjálfum. Og ég held að flest... Hefur það gerst? Flest okkar sem... Af þessum listum hans. Flest okkar sem er á þessu lista sem hefur verið að tala um þetta. Og það líka flest okkar sem hafa kennt í háskóla höfum kynst í bæði frá vinstri sinnuðu nemyndum og hægri sinnuðu nemyndum og það það sem ég held að sé stóra málið í þessu þetta að lýðræðisleg umræða hún nauðsynleg og Charlie Kirk sem einn þáttakandi í henni við eigum að bera virðingu fyrir því og skoðunum hans. Ég að okkur finnast það fjarstæðukendan eins og þú eftir að hafa lesið síðunars en þegar maður setur sig inn í skoðanaheim manna eins og Charlie Kirk og annara þegar við förum aftur á 10. áratugina, þetta byrjar ekki með samfélagsmiðlunum, þá það AM Talk Radio, það eru nýjir hliðarmiðlar sem hafa leikið stórt hlutverk í þessu samfélagsmiðlarnir bara framhald af því. En það þetta að ef maður setur sig inn í það sem þeir eru að segja, hlustar á þá, að þá internal coherence í þessu. Þetta ekki bara það að menn þarna seti einhverjir vitleysingar að ryðja út úr sér hatri og rugli og gæði sig úr heldur þetta hugmyndir og hugmyndaheimur sem internally coherent. Þessir menn, þeir hafa þessar skoðanir og við þurfum að takast á við það og takast þessar skoðanir á lýðræðislegum vettvangi þar sem við ræðar. Það enginn af þáttakendum í þessari umræðu á ekki að bannfæra hann út úr henni segja að maður sem hefur svona skoðanir eigi aldrei að koma nálægt opinberri stefnumótun svo að maður vitni í íslenska umræðuna nýlega. Það ekki lýðræðislegt. Hins vegar það að búa til lista líka það að þessi hefur skoðanir sem Charlie Kirk sekur og það eitthvað sem ég held að við þurfum að muna núna það að þetta ekki bara hægrið, heldur líka vinstrið hefur gerst segt þetta. Það það að segja að skoðanir sem eru ólíkar mínum skoðunum eru þess eðlis að þær eiga ekki að fá að heyrast. Má ég aðeins? Háskólar hafa mjög mikið að gera með þessu skautun í Bandaríkjunum og þeir hafa þróast mjög mikið til vinstri á síðustu árum og áratugum. Skoðanakannanir sýna að prófessorar í ákveðnum greinum eru með yfirgnæfandi hætti vinstra megin í bandarískri pólitík og vinstri bandarískri pólitík er náttúrulega ekki það sama og hér, þetta eru demokratar og þannig að það er mjög mikil slagsíða þar og er búin að vera lengi skautunin kemur mikið út úr skólanum vegna þess að krakkar koma inn í skólanum og þeir halda náttúrulega þeir séu að læra sannleikan af sínum kennurum
þeir koma þangað inn og þetta hefur mjög mikil áhrif á þá og auðvitað þeir eru búin að læra eitthvað komið gráðu í eitthvað og þá viltu trúa því að hún sé verðmæt þannig að hún verður hluti af þinni sjálfsmynd og sér með þessa gráðu þannig að þú hangir aldrei í því sem að þér hefur verið kennt í skóla og Háskólakerfið sem svona innrætingar maskína vinstrisins. Já, bandaríska vinstrisins og það er alveg klárt að þetta og skoðanakannir sína það mjög skýrt það er minnsti munurinn á milli republikana og demokrata í verkfræði og starffræði en hann er mjög mikil í öllum félagslegum greinum og fleiri republikanar á Wall Street. Já, það er sannlega rétt og þannig að það er mikilvægt að vekja athygli á því nú veit ég ekki, kannski vilja menn endur skoða það að birta lista yfir menn en það er mjög mikilvægt að nemendur séu látni vita því að það er ekki endilega allt heilagur sannleikur sem að þeim er kennt. Það vita nú allir sem að labba inn í kennslustofuna eða ekki. Það er bara innbyggt inn í okkar ótrúlega lítið en síðan langar mig að segja annað með skautumna. Ég held ég að vera þannig þegar ég var 6 ára í tímakennslu. Já, ég hef ekki mikla trú á því að Newt Gingrich hafi haft mikið með þessa skautun að gera. Það sem að gerist er það að mikið til út af þessu í háskólanum þá hefur verið vinstri sveifla á vinstri kantinum í Bandaríkjunum. Það hefur verið smá tilfærsla samkvæmt skoðanakönnunum þar sem að hægri menn hafa orðið aðeins hægri sinnari. En vinstri mennir hafa fæst. Hvað er vinstri að þér? Það áttu að vera transmál og... Það er bara beinlínis ránt sko. Þú ert ekki við efnahagslegt réttlæti, það er ekki að segja í Bandaríkjunum. Já, skilgreiningin er önnur þar heldur en hér. Og menn hafa gert þetta, ég þekki ekki nákvæmlega spurningalistan sem er lagður fyrir en hann er konsistent, hann er svo sami og hann hefur verið lagður fyrir yfir árabil. En er þetta ekki þungunar og giftingasamkynniðra transmál þessum að Bandaríkjamenn kalla alltaf vinstri sko en passar ekki beint fyrir okkur? Eflaust að einhverju leyti en það eru samt kannski ekki spurningar sem voru lagðar fyrir uppbrunna þegar þessi spurningalistar voru. Já, við eigum alltaf ekki alveg í sama menningarstríð og Bandaríkjamenn. Nei, það er áhört sko, ég er ekki kannski alveg tilbúin til að skella skuldina polariseringu svona á háskólana því eins og þú nefnir að þá eru aðrar valdamiklar stofnanir í Bandaríkjunum sem væri þá líka eru mjög hægri settar eins og kirkjurnar og eitthvað svoleiðis en enga síður er þetta náttúrulega rétt sem hún segir með að þeir eru yfirgnæfandi liberal, demokratar í flestum greinum. Sko líka ritskoðun tæknifyrirtækjana, hún er öll búin að vera á annan veginn síðustu árin. Já, það sem að hægri menn hafa verið ritskoðaðir. Það er ekki reynslu okkar sko, við hérna á samstöðinni, við settur hattur á okkur á Facebook sko, því við vorum flokkuð með einhverju svona óæskilegum skoðunum. En það sem ég ætla að segja sem gerist líka... Já, ég er að tala almennt talað. Það sem gerist líka er sko þessi, sko, því það er annars vegar polarisering og hins vegar það sem kallast sorting og það er bara flokkun og fólk fer að flytja, þú veist, ég verandi mjög liberal, ég get ekki hugsað mér að búa í Kansas, ég get bara hugsað mér að búa á Ströndum. Ég get ekki hugsað mér að gera hitt og þetta og það gerist líka. Hægra sinna fólk hættir til dæmis að hafa áhuga að fara inn í akademíinu og það hættir að sækja stöður í akademíinu. Þannig að þetta verður svona hringur sem að þetta nær ákveðnum... Þú færð ekki framgang í akademíunni? Mögulega ekki, mögulega sækist heldur aldrei að því, mögulega líka kollegum þínum ekki við því, ég skal ekki segja, en veist, þetta er bæði í gangi, þessi sko polarisering og þessi flokkun, hvernig við röðum okkur. Ég meina eðlilega, því ef þú er bara mjög hægri sinnuð, þá langar það ekkert að vera þarna inni, því þetta er ekki fólk sem að, nefnum hún sér bara þýmun hérna meira tilbúin í að vera alltaf einn á móti. Þannig að þegar það nærð ákveðnum hérna, hvað er það nú íslensku tipping point, að þá verður þetta erfitt, sko, þá bara hraðast á maskinu. Það að vera ósamála er í sjálfu sér ekki slæmt. Það er harka í umræðinni, það er skortur á skilningi á milli fólks og það er skortur á því að fólk sé að tala saman í kærleika. Og það er vandamálið við það sem við köllum polarisering. Má ég að spyrja því hvort að það sé svo ólíkt því sem áður var því að þú varst að búa til svona leik á þann að þú verið hægri mannskja og ég vinstri mannskja. Og ég hugsaði á meðan að þú varst að segja að þetta hefði getað verið samtal frá 1960 þar sem að ég væri í sósíalistaflokknum eða Alþýðubandalaginu, þetta var orðið til þá í verkalýðsbaráttu og þú hefðir haldið fram að það væri bara rugl í mér, ég væri ekkert að berjast fyrir verkalýðin eða bætt kjör verkalýðsins, ég væri handbendi
Sovétmanna og það var bara afmennskunin var alveg að fullu þá. Já, ég held sko það sé, ef við komum núna aftur í íslenska veruleika sem ég náttúrulega þekki betur 1960 heldur en kannski þann bandaríska að það ekki eins og við höfum alltaf bara haldist í hendur og sungið Kumbaya hérna í pólitíkinu og hún var mjög hörð þegar á tímum kaldastríðsins og afstæðan til veru hersins og allt það og okkur í NATO. Fólk fekk ekki starf og ekki lán og ekki stöðuhækkun og fleiri af því að vera ekki í rétta flokknum. Já, þannig að ég held sko að það sannarlega ekki nýtt en kannski þessi sko sortering ný og við sjáum líka rannsóknir í Bandaríkjunum en við skoðum bara það að við sjáum að það aukin polarisering. Hún ekki eins mikil og fólk heldur. Það sýna rannsóknir í félagslegri sálfræði trekk að ég stórlega ofmet hversu ólíkar skoðanir fólk á hinum vagnum hefur með við mig. Í Bandaríkjunum? Já, í Bandaríkjunum. Og þegar það skoða í raun og veru þá erum við sammála fleira en ég held. Þannig að það bara staðfest aftur og aftur. En á sama tíma það samt líka að gerast að það fleiri sem eru consistently mjög hægri sinnaðir eða mjög vinstri sinnaðir. Það meiri skautun í gangi og við sjáum tölur frá Pew sem svona hlutlaus mjög virt rannsóknarstofnun. Það kannski ekki vettvanginn, getur það verið? Þeir sem í miðjunni, þú ert að tala þeir eru hávarari og fleiri. Og miklu meiri athygli. Miklu meiri athygli, þannig að það svona umræðan eins og hér, það sem við erum bara að tala þvert yfir allt saman, að það bara ekki sami vettvangurinn eins og Nei, og þú leggur náttúrulega kannski ekki í umræðina. Við vitum náttúrulega, sko, við hérna sem búið í Bandaríkjum, við vitum líka að Bandaríkjumenn tala bara oft alls ekkert pólitík bara til að halda friðin. Og hérna það bara, þú talar ekki pólitík, þú talar ekki pening og talar ekki trú. Þú veist, þannig að þetta náttúrulega líka mjög sterkt í Bandaríkjunum til þess að halda friðin. En þannig að ég held að, en sko, það má ekki gleyma að það tvennt í gangi hérna sem ég að segja aftur. Það þessi polarisering og það þessi sortering. Að fólk mögulega í auknum mæli og það rannsóknir sem sýna það að velja hvaða býr, hvaða gerir út frá pólitískum skoðunum. Ég til dæmis get sagt, sko, sonur minn sem þá var 12 ára eða eitthvað svo leiðis, hann var mjög snöggkliftur að fara í klippingu og nánast bara alveg snóðaður. Þá voru bandaríski vinir mínir í heimsókn og þeir bara, sonurinn bara komið með republikana klippingu. Bara, Já, það allt orðið polariserað. Þá bara, þau frá Kaliforníu, það liberlar strákarnir með svolítið svona sítt hár, svona surferhár, strákur svona, þetta republikanastrákur. Þannig að það allt orðið pólitískt og polariserað og sorterað. Það hengt á mann bara heilt jólatrí af skoðunum, ef maður gefur upp skoðun í ykkur einu, þá alltaf til þess að maður sé bara í liðinu. Já, og komið yfir í klippingu á barninu. Ég held sko, það alveg sko klárt mál að það hefur meiri svona radikalisering á hægri vagnum en á vinstri vagnum. Frá hægri vagnum hins vegar að þá sjá menn radikalisering á vinstri vagnum og ég held að eitt af því sem mikilvægt að við gerum núna það að viðurkenna það að það það líka og Bandaríkjamenn þurfa að gera það líka það að sjá semst að skoðanir á vinstri vagnum sem vinstri menn upplifa sem skilur eðlilegar og náttúrulegar og semst að þær eru radikal í augum þeim sem eru ósammála þeim. Stóra atriði í þessu, það það sem heldur að tala hérna þessi sko self-sortering og polarisering. Að partur af því og það það sem sko, það alvarlega málið. Það ekki bara við ósammála. Þú hægri manneskja og ég vinstri maður og þess vegna við ósammála. Heldur, þú beinlínis vondur maður. Skoðanir þínar eru vondar. Og markmið þitt að grafa undan samfélagum. Þetta, þegar skoðanakannir í Bandaríkjunum skoðar, að þá sést það að hlutfall þeirra Bandaríkjumanna sem hafa jákvæða mynd af pólitískum andstæðingunum sín með það að segja fólki sem í hinum flokknum hefur aldamótin að þá það það bil 20-30% hafa jákvæða mynd og ákvörðunin hefur hlutlausa eða neikvæða mynd einhver leyti. Í dag eru þeir sem hafa jákvæða mynd af pólitískum andstæðingum sem komnir undir 10% og það í báðum flokkunum og þeir sem hafa beinlínis mjög neikvæða mynd af pólitískum andstæðingum sín það komið yfir 50% í báðum flokkunum. Í demókrataflokknum minnum og ég held að það var 54 eitthvað svoleiðis og í repúblikaflokknum 64. Og þá ertu byrjað að trúa því að við komandi hún gangi bara illt til. Já, og svo kemur það. Hver að gangi beinlínis illt til, ekki bara þá ef neikvæða sko, gangi beinlínis illt til, það hlutfall að það komið við þriðjung.
og það sem, sko, ég held að, og það er það sem við þurfum að hafa áhyggjur af hérna, það er það, og þar koma einmitt svona listar eins og yfir prófessorar sem eru að grafa undan bandarískum gildum eru hættilega, sem er svona McCarthyískt move, er það að sko upplifa það að við getum setið hérna við þetta borð og haft skoðanir sem okkur finnst hvort öðru vera fjarstæðukenndur og fáránlegar og bara telum að stangist á við allt, en að geta einhverja síður sko litið svo, ok, þú hefur þessu skoðan og þú mátt hafa það, við skulum ræða það saman, en ég ætla ekki þar með að lítið svo á að þú sért vondur maður og óvinnur minn, og þetta er eitthvað sem að sér síðan sko á bara íslenska umræðinu líka. Má ég segja frá einum besta manni sem ég hef kynst? Hefur sko einhverju ekki sömu skoðanir og ég útlendingamálum að séð illt fólk. Það er komið ný regla, þú mátt segja það ef það er vinstri maður. Já, afi minn var formaður Sósíalistafélags Reykjavíkur sennilega í kringum 1960 sem þú varst að tala og hann er eitthvað besti maður sem ég hef kynst, alveg einstakur maður, svo góður maður í öllum persónulegum samskiptum á sama tíma, og ef ég hefði síðan utanfrá, hann vildi reka Arnór Hannibalsson og Sósíalistafélaginu fyrir að tala illum Stalín, þú veist, og þannig að og mér finnst það vond skoðun að hafa vilja reka Arnór á þeim tíma. En ég verða að aðgreina þetta eins og þú segir. Kannski líka eru við ykkur vandræði með svona manngildishugmyndina, annarkvort eru þetta englar eða djöflar og við erum ekki geta gengið með þá hugmyndum að við séum hvort ekki í senn og allt þar á milli. Sko. Við erum það. En mér langar samt að spyrja eitt á. Þú mátt skjóta inn eða þú vilt koma. En það er sambandi við rasismann sem að þegar maður er að skoða þessa umræðu í Bandaríkjunum að sumuleyti gætið maður alveg séð fyrir sér að þetta væri fyrst og fremst viðbrögð við auknum réttindum svartra og þarna væri að verið að virkja hvíta þjóðurnis stefnu og það er ekki vandi að sjá það í ysta hægrinu að það er bara verið að veifa bæði suðuríkjafánanum og hakakrossunum og guðmöld og hverju ekki. Að þetta sé raunverulega allt tengt því, alveg frá Make America Great Again sem að raunverulega þýðir það að við skulum færa Bandaríki þangað til að við höfum yfirburða stöðu í bandarísku samfélagi. Við ætlum að brjóta niður háskólakerfið sem að hefur innleitt alls konar hugmyndir félagslegt óréttlæti og fleira og við ætlum að ná aftur völdum og það er bara lygi sem er verið að segja okkur að við erum einhverja skuld gagnvart svörtum og hvernig við höfum misnota þá í gegnum tíðina og aukast á þeim að við verum bara að snúa frá þessu og hafna þessu öllu. Að raunverulega sé kannski drifkrafturinn á bakvið þetta bara rasismi. Þessa uppvakningu ysta hægrisins. Já, það ég spyr að því að við höfum kannski ekki sömu sögu heima, þannig að hvernig getum við skilið þennan hita sem er í Bandaríkjunum? Nei, ég held að við skiljum hann ekki alveg, af því að rasismin sem er hluti af þessu er við tengjum ekki eins miklu leiti við hann og ég heyrði bara síðast í samtali í gær að einn af þessu vandræðum sem væri að sem Bandaríkjamenn væri að kljást við í dag væri vegna þess að vinstri vildi ekki viðurkenna afbrot svartra að þau vildi ekki setja svart fólk í fangelsi sem auðvitað bara og þú veist það er enn þannig í dag að fangelsin eru full af svörtu fólki auðvitað og svo með en ég held að einmitt, þessi saga Bandaríkjanna, þessi kynþáttarasismi er stór hluti að þessu er ég eiginlega alveg vissum. Sko. Mikið þessu orðræðu er raunverulega vísun í það sem að við kannski heima erum svolítið blind fyrir og við heyrum ekki alltaf hundaflutið. Nei, einmitt. Ég held að þetta sé ákveðin svona vænisíki að halda að allt sé hundaflaut. Eins og ég sagði áðan þá er mjög margt viðbrögð við rasisma á hinvegin þar sem að menn neyðast til þess að færa þau rök og til dæmis í máli, hún heitir Irina Sarutska var það ekki sem var myrt í lest núna og var stórmál út af í Bandaríkjunum. Þar er dæmi mann, vilja þeir meina og ég ætla ekki að halda því fram að ég þekki sannleikann í málunum en það sem þeir eru að segja er að þetta er maður sem á grundvelli þess að margir dómskerfið hefur undirlagt undir þessar félagslegu réttlætis hugmyndir og grundvelli þeirra hefur fleira fólki verið sleppt og honum hefur verið sleppt 14 sinnum þessu manni, maður sem að margir telja að hefði átt að vera í fangelsi fremur en að vera veitt þetta tækifæri að fremja hann klær. En er þetta ekki dásamleg tákmynd fyrir þann hóp sem er þá rasískur
að hann svartur maður að drepa hvíta konu og eiginlega allt erindi mitt ef ég væri Charlie Kirk það að ég ætla að venda konurnar fyrir árás þetta er viðbragð. Nei, þú verður að horfa á formálan í málinu. Allar óeirðirnar sem hafa átt sér stað í Bandaríkjunum þegar tiltekni svarti menn, George Floyd og fleiri hafa látist eins og í átökum við lögreglu. Sem að Charlie Kirk sagði að vera skítell. Já, hann verðist að vera það. Þetta var maður sem hélt byssu á óléttri konu og verðist hafa verið mjög óvandaður maður. En þú veist... En skiptir það einhverju máli? Hvort það George Floyd var óvanda? Nei, hann var bara að segja hann hefði sagt að hann væri skítall. Það getur sett surt okkur, menn Charlie Kirk, skilur, jú, hann faðir og allt þetta, svo hefur hann alls konar skoðanir, en það á ekki að skipta neinu anskotans máli. Ég er heldur ekki að tala um það. Er George Floyd góður maður eða slæfmaður? Hann er myrtur af lögreglunni og það er óumdeilanlegt. Eins og Charlie Kirk er myrtur þarna af einhverju vitleysingi, það er óumdeilanlegt. Það er vandamál. Morðið ekki innrætti Charlie Kirk eða George Floyd. Akkurat, ekki spurning. En það sem að gerist er að bara til þess að slökkva á þessari vænisíki gagnvart hundaflautum að þetta kemur eftir slík tilvik þar sem hafa orðið miklar óeirðir, það hafa orðið mikið læti, þetta hafa orðið mjög einhliða, fjölmiðlaumfjöllun hefur verið mjög mikil í þeim tilvikum og menn að benda á tvískinnungin sem felst í því að fjalla eingöngu það á þann veg á meðan tölur sína að ofbeldi svartra gegn hvítum eru miklu meiri heldur en hvítra gegn svörtum, þú skorar það sem hlutfall af svörtum og hlutfall af hvítum og þannig að miklu algengara og þannig að sagan narratífið er búið að vera rangt og búin að vera áróður í gangi. Þetta er sammála Charlie Kirk að þetta sé eiginlega að hvíti kynslóðin sé under attack. Það er samt engin saga búin að vera í gangi að hvítir sé að drepa svarta. Ég hef aldrei, það er engin narratíva, það hefur verið í samhengi við lögregluna. Ég skoða nákvæmlega þessa, akkurat lögregluna. En það er líka bara ástæða fyrir narratív. Ég skoða þær vel og ég þekki þetta. Og þannig að þær tölur með þeim hætti að það er ekki meira gagnvart svörtumönnum heldur en hvítumönnum miðað við fjölda glæpa sem að, ég bara skoða þetta vel og ég farið yfir þetta og það er bara sagt en aftur, úr því að það er ágreiningur hér þá hvet ég alla sem er að fylgjast með þessu að rannsaka þetta sjálfur. Algjörlega. Og þannig að það er verið að svara þessu, síðan er það þannig að það var og voru svona það hefur verið gert mjög mikið í þessari sömu vænisíki að taka upp svona litla jaðarhópa sem eru rasískir og þeir eru til í Bandaríkjunum og gera sem mest úr þeim. En af hverju kallar skoðanir andstæðinga þinna vænisíki? Er það ekki svolítið á skjön við það sem þú halda fram hérna? Já, vegna þess að það sem nei, það er ekki á skjön við það sem ég halda fram. Vegna þess að það sem hefur gerst er það að það er mjög oft sem að hægrimenn eru að tala eins og Charlie Kirk, þið sjá fréttirnar um hann þegar hann er myrtur. Það verður að tala um að hann sé til dæmis á ensku white supremacist og slíkir hlutir sem algjörlega fjarstæðukenndar hugmyndir og ég þekki mannin vel og ég veit alveg og ég veit að þegar þú ert að segja að þetta eru rasistar og það er vandamálið. Ég þekki mitt eigin hjarta og minn eigin hug og ég veit að ég er ekki rasisti og ég veit að Charlie Kirk studdi svarta menn mjög mikið og það er til dæmi um þá aftur hvetji fólk til þess að leita sér beinna heimilda. Það er alveg algjörlega klárt mál að vænisíki og samsæriskenningamakeri er jafnsam og við bandarískum stjórnmálum og ofbeldið og er mjög fyrirferð mikið og við finnum vænisíkina og samsæriskenningamakeri á báðum lóga og hitt sem þannig við stífum eitt stíð og síðan aftur tilbaka það er klárt mál það þessi söguskoðun sem þú ert að lýsa hérna, hún er eitthvað sem við þurfum að taka alvarlega og bandaríska hægrið... Hvaða söguskoðun? Já, það að fórnarlömb ofbeldisins og gerendur ofbeldisins að vinstri hafi það öfugt. Og þannig að hægri í Bandaríkjunum til þess hefur vilja benda á Black Lives Matter mótmælin sem sambærilegan atburð ef ekki alvarlegri en árásin á þinghúsið 7. janúar 2021. Og það er það sem ég held að við þurfum að gera okkur grein fyrir er það að pólitískir andstæðingar okkar, fólk sem hefur aðra skoðanir en við pólitískt, að það hefur internally coherent heimssýn og vinstrið hefur haft tilhneigingu í Bandaríkjunum og víðar á Vesturlöndum til þess að afskrifa mikið af pólitískri sýn og heimsmynd hægrisins sem
samsæriskenningar og rugl og svo auðvitað mikið af þeirri heimsinn náttúrulega samsæriskenningar og rugl sem eins og það og það það á báðum megin línunnar þannig að báðar hliðar geta bent á það. Og í hvításunni bara? Já, en ég vil segja annað hérna, varðandi rasismann og tala það og því að það alveg klart mál að menningarstríðin eru einhvers konar framhald af borgarastríðinu og menningarstríðin þá borgarastríðið í kalda stríðsfasa eða einhverju leiti og það sem við óttumst núna í kjölfarið á morðinu á Charlie Kirk það að þetta kalda stríð það verði síðan að heitu stríði og það sem hreyfingar eins og The Boogaloo Boys og sem The Groypers eru að láta sér dreymum það að kalla fram The Boogaloo sem sem sagt hérna, þeir fara aftar, þeir tala framhald af bandarísku byltingunni að hún þurfa að vera lifandi og halda áfram. Já, en það, en það bandaríska byltingin og borgarastríðið í báðum tilfellum með verið að takast á og að því að rasismi partur af því, en grundvallar spurningin það hvers konar þjóð eru Bandaríkin og það eitthvað sem við Íslendingar og allir vesturlandabúar núna standa frammi fyrir eru spurningar það hvers konar þjóð erum við og svo hvort að það Íslendingar, Bandaríkjamenn, Bretar eða annað og að því að borgarastríðis spurningin snýst aldrei mikið þetta getur þú orðið Bandaríkjamaður með pennastriki og það the Emancipation Proclamation sem gott dæmi, það executive order, það forsetatilskipun með forsetatilskipun að þá stór hluti af íbúum landsins eru gerðir að jafn réttháum Bandaríkjamönnum og þeir sem höfðu verið þarna og töldu sig vera hina sönnu Bandaríkjamenn og þessi spurning lifir ennþá með fólki og fólk ennþá að takast á erum við hvítir, kristnir Bandaríkjamenn, hinir sönnu Bandaríkjamenn og hinir sem öðruvís og litin en við að hafa hannu trúabröða við að hafa komið aðeins setna. Ég held að þeir líta ekki svona á þetta sjálfur sko. Ég má vitna í námskeiði sem ég var hjá Charlie Kirk að þá segir hann til dæmis að það sé alveg ófært að það sé kínversk kona sem gengin 8 mánuð á leið komið til Bandaríkjanna og eignist barnið þar og það fái bandarískan ríkisborgararétt, það sé bara fráleitt. Þannig að hann tekur alveg undir þetta sem hann að benda. Þú ætlar að skjóta inn í því, kannski eru búin að fara svo langt. Já, ég ætla að segja bara fyrir lifandi slöngu í rauninni bara sem viðbragð við spurningar til Margrétar með rasismann og þetta. Það hugmyndin gott að við sem horfum á þetta héðan verðum að hafa eitthvað í huga sem okkur ekki tamt. Já, það sem að mér langar að koma inn á með það með rasismann í Bandaríkjunum. Þau náttúrulega akkurat það sem Magnús var að segja líka. Þetta allar götur frá bara borgarastríðinu. Það sem að það sem að ákveðin tókstreita innan Bandaríkjanna sem hefur ekki horfið og það sem gerist núna þegar fólk þú veist, þegar ákveðin störf voru að hverfa og það fólk var ekki að hafa eins gott að áttu vona og þú varst að horfa á misrétti og svo frá þá leitar að blóraböggli og það bara alþekkt, scapegoat, leitar að blóraböggli og í Bandaríkjunum verða blórabögglinir ákveðin samfélagshópur, mjög mikið svartir og bababa. Hérna á Íslandi yrðu blórabögglarnir einhverjir aðrir. Þannig ég held þetta, þetta samtvinnað. Innflytjendur og hælisleitendur, eins og bara notað í íslensku stjórnmálum í dag. Akkurat, en í Bandaríkjunum með sína sögu svarta, þá þeir miklu nærtækari blórabögglar. Það ekki endælega að því þeir eru svo rosalega miklu rasistar. Þetta bara innbyggt í okkur. Við þurfum að leita einhverjum skýringum og það fer vantarlega eftir hvar út í sveit settur, hvernig út uppalinn hverjir þínar skoðanir eru, hverju þú sérð sem blórabögglana. Hann heitir Richard Spencer sem hægri öfgamaður í Bandaríkjunum og hann stemdi mönnum saman í svona rasíska samkomu þar sem að menn ætlaðu að koma víða að úr Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum síðan. Ég man ekki hvar hún var, hvort hún var í Washington og það var mikið talað þetta í aðdragandanum þannig að allir rasista Bandaríkjanna vissu af þessu. Það mættu 200 manns. Svipa leyti var Bróni ráðstefna sem Bróni sem sagt kallmaður sem hefur mikinn áhuga á My Little Pony og þar voru 3000 manns. Það ekki mjög stór hópur og þið hugsið ykkur sem hlutfall af mannfjölda þá þetta jafn mikið sem mættu á samkomu Spencers og ef hluti af mannesku hefði mætt á Íslandi og þannig að þetta segir mjög lítið og síðan eru þessi hluti teknir og þeim ruglað saman. Fólk sem rasistar. Gunnlaugur sem tekur.
Hvað segir þú? Þessi eini fundur, þetta ekki of lítið dæmi? Nei, ég að segja að þetta var stórt mál. Við sjáum bara stóra göngur, hvítra þjóðverðnissinna í Bandaríkjunum. Síðan einhverja göngur sem eru teknar og síðan gert mikið úr því og síðan sem sagt, menn íkja skoðanir þeirra og menn að varpa einhverjum skoðunum og menn og eins og mér finnst þú verið að gera, þú ert að segja menn séu rasistar sem eru það ekki og auðvitað getur þú séu rasista í hverju hotni, en þarna var dæmi einhvern sem var rasisti. Ég var að tala um rasismi var hluti af þessari hreyfingu. Já, hann sára lítill hluti af hægrinu, ef við köllum það í Bandaríkjunum, mjög lítill. Mér hérna sem hafa búið í Bandaríkjunum sem eru til að vera að benda á það, að þetta framhald af borgarastyrjum. Það sem að repúblikanar segja að það voru demokratar sem að vildu þrælahald á sínum tíma og það voru repúblikanar sem að afnámu það og narratífið sem að hefur verið hjá meðal vinstrimanna í Bandaríkjunum að þeir hafi skipt skoðun og demokrataflokkurinn hafi orðið sem sagt meiri frelsisflokkur heldur en repúblikanir og meðan repúblikanir vilja meina að þetta sé öfugt. Demokratarnir séu að halda svörtumönnum í viðjum, þeir að nýta þá fremur en að nýta þá á bómullarplantegrunni, eru þeir að nýta þá á nýrri pólitískri plantegru sem það sem þeir halda þeim í fórnarlamsvitund fremur en í þakklætisvitund. En þetta er pólitísk orðræði en ekki greining. Nei, það er verið að gera þeim upp skoðanir og þeir eru ekki með neitt skárri hérna við borðið heldur en mig til þess að rétta það aðeins af svo þeir geti fengið að segja sína rödd. Svo finnst mér segja sína skoðun. Þetta er áhugavert er ég vinstri eða hægri? Fyrir flesta, ég held að þið vitið ekkert hvernig ég hef kosið í síðustu kosningum en bara það að vera háskólamanneskja að þá nægir það til þess að ég er flokkuð eins og þú varst að tala sem í ákveðin hóp vinstrimanna og þar að leiðandi er ekkert að marka það sem ég hef að segja. En mér langaði bara að koma kannski vill Gunnlaugur bara vera einn á móti öllum, bara kannski, bara svona einslaga því að þetta er svo áhugavert að því að í þessu andrúmslofti sem er í dag er að ákveðnir svona pólitíska öfl hafa auðvitað komið sér hafa búið til svo gagnlegt andrúmsloft er að öll gagnrýni, allt sem kemur frá fjölmiðlum, allt sem kemur úr vísindum, allt sem kemur úr svona já, það er ekkert ég hef rétt fyrir mér. Já, það er ekkert að marka það en bara þetta með að því að ég þekki það svo vel þetta var svona doktorsverkefni mitt út í Bandaríkjunum að skoða svona kynþáttamiða löggæslu og hef haldið áfram svona að safna mér upplýsingum og fara yfir bestu rannsóknir á því sviði. Það er rétt eins og Gunnlaugur bendir á fyrir margar ástæður að almennt er svart fólk í Bandaríkjunum hlutfallslega líklegra til að brjóta af sér til þess að beita ofbeldi heldur hvít en það er staða þeirra gjörólík svona heilt yfir heldur en hvítra en þegar við erum að tala að hvítir að beita svarta eða svartir að beita hvíta að þá hefur engin umræða snúist það að öðru leyti þá er ég að tala svona innan akademíu frá ykkur sem myndi flokkast undir sem að hefðbundni fjölmiðlar eða demokrata eða vinstri sinnara að nema í samhengi við lögregluofbeldi og þá er það þannig að hvort sem þú skoðar þegar þú ert að skoða svona bestu rannsóknir, þú ert að skoða svipaða einstaklinga þrátt fyrir að þegar það er tekið tillit til að svartir brjóti frekar af sér að þá þarf minna til þess að svartir séu stöðværa lögreglu, handteknir af lögreglu, það er beitt meira valdi gegn svörtum íbúum Bandaríkjanna og þeir eru líklegir til að vera skotnir af lögreglu. Óháð hefur. Þetta er bara það sem rannsóknir sína. Þetta var ekki það sem það er rannsóknir síndu sem ég skoðiði á sín tíma. Þú var kannski lista hjá Margréti. Já, endilega og síðan hveti fólk til þess að skoða þetta sjálft og venna Mér langar aðeins að skipta gír og spyrja heldur að þessi morðið í Bandaríkjunum hafi áhrif á íslensk stjórnmál eða íslensk samfélag? Já, ég vona það aftur að bara jákvæðinni sem kom fram hjá Gunnlaugi í upphæðu þá vona ég að það muni leiða til þess að við fyrir að tala meira saman og sjá hvað þetta getur í raun að veru skapa mikla hættu þessi skautun að við förum að
taka því alvarlega, við þurfum að bera virðingu fyrir sjónarhornin fólki sem okkur ósammála, að því að það alveg svona vísbendingar það í íslensku samfélagi að sko við erum með ákveðin gildi, þú beitir ekki ofbeldi, þú uppnefnir ekki fólk, þú alls konar svona hver við erum sem manneskjur, en leið og viðkomandi hefur rangar skoðanir að þá fer þetta allt út gluggan og þá máttu gera hvað sem og það mér finnst það of algengt og það ekkert endilega í vinstri eða hægri, það bara hérna á báða bóa finnst mér, ég hugsa stundum það hvernig var talað Bjarna Benediktsson þegar hann var, ég meina fólk sem auðvitað fullt af fólki ósammála honum og taldi hann spiltan á einhvern hátt, en hvernig var talað hann var náttúrulega hluti af þessu að því leyfist að ganga langt út fyrir hefðbundi mörk í mannlegum samskiptum. Hvernig fannst þér Bjarni talaði fólki sem var á Austurvelli að krefjast fjölskyldusameiningar að bjarga sínu mættu bara að samaskapi, algjörlega að samaskapi, það fannst mér líka vera til þess fallið að kynda undir ákveðna svona skautun og eitthvað sem væri ekki gott fyrir íslenskt samfélag og þannig að mér bara alveg sama hvaðan þetta að koma. Ég held að það sé mikilvægast af öllu að við munum, við höfum ákveðin gildi sem manneskjur og það skiptir engu máli ef við ætlum að vera ákveðin að hafa ákveðna samskiptareglur í heiðri að þá eiga þær við alltaf, líka fólki sem okkur ósamla. Þú vilt ekki að óvild sé breytingarafl? Nei, það mun ekki enda vel. Hvað segir þú? Já, það kom mér á óvart hvað þetta morð hafði mikil áhrif hérna heima og hvað bara samfélagsmiðla voru fullir af þessu, fjölmiðlar fullir af þessu, það var fyrsta frétt og RÚV daginn eftir. Mér finnst það gott fréttamata því að þetta stórfrétt. Já, en það kom mér á, þetta varð stórfrétt. En það kom mér á óvart hvað voru margir sem voru vildu tjási þetta á samfélagsmiðlum. Já, það kom mér á óvart hvað þetta skiptir miklu máli hér og það segir okkur kannski hvers konar rosaleg neysla hér á Íslandi á bandarískri stjórnmálafréttum og umræðu. Þannig að því leyti hefur þetta áhrif, hefur þetta langvarandi áhrif aflega. Já, ég held að það sem að gerast í Bandaríkjunum mögulega að hafa meiri áhrif hérna heima núna, það gert fyrir tíma samfélagsmiðla til að segja það augljósa, en það sem ég held að hafi líka kannski haft áhrif hér og var undirliggjandi og var að sjálfsögðu oft fært í orð, það voru náttúrulega nýlegi viðburðir eftir Kastljósviðtal það sem að Snorri Másson og hún Þorbjörg voru að takast á og öll lætun eftirmálun eftir það, þannig ég held að fólk hafi svona voru svolítið að spegla okkur í þeim viðburði og hvernig svo speglum fóð fram var eftir hvort varst hægra eða vinstra megin í pólitíkin, þannig að ég vona að þetta gefa okkur tilefni til þess að staldra við og segja, við viljum ekki fara þangað, við viljum ekki vera með svona, við viljum gera þetta aðeins betur og þú veist, ég veit ekki, það eru þetta lang flesti þar og við megum ekki gleyma því við erum mörg, kannski vilja sumir gera þetta betur aðrir vilja gera þetta vel sko, þeir sem við sjáum oft og tala hæst á samfélagsmiðlum eru oft, þeir eru mestu kjaftaskarnir hafa hæst og eru með mestu lætin og ljótustu orðin og það er 2%, 1% þjóðarinnar eða eitthvað, við megum náttúrulega ekki gleyma því heldur og það eru líka bottar þú veist, við sáum að það var færsla Snorri Másson sett inn færslu núna á X til að votta samúð Charlie Kirk, fyrsta færslan þar fyrir neðan var, þú ert næstur þegar maður smelta á þá færslu, það var augljóst að það var botti, það var ekki alvöru líklega ekki alvöru manneskja þar að baki þannig að það er svo líka allt það komið hérna inn í sem að það eru margir sem vilja kynda undir lætin, en ég held að yfirgnæfandi meirhluti fólks vill það ekki og við megum ekki gleymi að það sem hærist hæst í að það er ekki endilega meirhlutin. Gunnlaugur, hvað áhrif hefur þetta á íslensk stjórnmál? Það er erfitt að segja og ég er ekki vissum á áhrifin síðu þau sömu hér og þar vegna að Ísland er svo ólíkt Bandaríkjunum. Ég vona bara að við förum að hlusta betur á hvert annað. Við förum að koma fram af meiri háttvísi hvert við annað. Við verum vakandi fyrir því að þessir samfélagsmiðlar eru að heila þó okkur sko og við erum í bergmálshellum. Og við þurfum að leggja okkur fram að skilja sjónamið annara og við að láta og þetta eru mínar skoðanir sem ég að segja þannig ég vil tala í von ég vil tala sem sagt það sem ég vona að verði fyrir að spá, en sem ég held að við getum mótað þessa framtíð
Þannig að og ég sjálfur að vinna í ákveðinni tæknilaust þar sem ég reyna að fá fólk til þess að tala betur saman á kurteisan hátt og virða hvert annað. Magnús, áhrif á íslensk stjórnmál? Já, ég veit ekki, sko, það eins og þú veist, þá vil ég vera bjartsýnn, bæði Bandaríkin og samfélagið almennt, sko, og framtíð þess. Þannig við erum sammála það og ég, sem sagt, en sko, eitt sem stendur vísa til samtal okkar sem að mér fannst á tíma að vilja vera hlægilega bjartsýnn þróun Bandaríkjanna. Mér hefur fundist öll samtöl mín við höfuðborðið enda á því að ég hefur gagnrýndur fyrir að vera of bjartsýnn á Bandaríkjunum og framtíð þeirra. En sem sagt, sko, ég held að það augljóst af Morðan og Körk að menningarstríðin eru, þessi bandarísku stjórnmál eitthvað sem Íslendingar hafa mikinn áhuga á og það verið talað það á undanförnum vikum að sem verið að flytja inn menningarstríð frá Bandaríkjunum og það að vissuleyti það alveg hárrétt það og þar þeir sem bera ábyrgð þeim innflutningi ekki bara Snorri Másson og hægrið heldur vinstrið sömuleiðis og þannig að við höfum verið að flytja inn menningarstríð þannig að viðbrögðin í Bandaríkjunum við munum einhver leiti flytja þau inn líka. Sko, en undir þessu hins vegar það er eftirspurn eftir þessari orðaræðu og það eftirspurn þegar að eitthvað nær fjöldafylgi þá það vegna þess að það eftirspurn eftir og ástæðin fyrir að við erum að flytja inn menningarstríðsumræðuna frá Bandaríkjunum það svarar einhver eftirspurn innanlands fyrir þessa tegunda umræðu og einhver leiti það bara hefur nú skemmtigildi og fólk að neita bandarísku menningarstríðina því að þau eru spennandi og áhugaverð en að einhver leiti líka að þá það þau hafa einhverja skírskotun í eitthvað sem að gerast hér og stóra atriði sem þau hefur skírskotun í sem að gerast hér það ekki almennilegt samkomulag það hvers konar þjóð við erum eða hvers konar samfélag við erum. Það semst undirstöðunar undir þessu samkomulagi hafa verið að molna bæði hér og í Bandaríkjunum og það þarf að búa til einhvert nýtt narratíf það. Eitt af því ástæðan fyrir því að Charlie Kirk verður og nær því sem árangur sem hann nær það að hann setur fram einhvers konar svör við þessum spurningum og vinstrið í Bandaríkjunum hefur ekki gert það almennilega. Þessi svör við þessum spurningum í Bandaríkjunum og annars þar á Vesturlöndum eru margskonar og Morðið á Körk virðist benda til þess að átök á ysta jaðri hægrisins það hver þessi svör eigi að vera þau séu að knýja fram atburði eins og þetta. En punktur minn kannski þá þessi sá að þegar við erum að horfa fram á veginn núna hér á Íslandi og hvað áhrif þetta hafa að þá ætti þetta að vera, við eigum að hlusta á hvort annað, við eigum að hætta að láta eins og ef þú hefur skoðanir sem eru ósamrýmanlegar mínum og lítur svo einhverju hópar sem standi mér nærri hjarta séu einhvern veginn uppspretta allar vandamála ég þar með bannfæri þig og þetta eitthvað sem við erum að gera stöðugt á samfélagsmiðlum við sem Íslendingar og maður þarf ekki að eyða löngum tíma á Facebook til þess að sjá fólk gera þetta. Við þurfum að hætta þessu en við þurfum líka og það það sem ég held að sé mikilvæga verkefni okkar það að við þurfum að búa til einhvers konar eða ná einhvers samkomulagi eða í það minnst að reyna að eiga samræðu það hvers konar samfélag við erum þar sem rými fyrir skoðanir eins og skoðanir Snorra Mássonar og Charlie Kirk og ég lít svo á eða þær séu gangi of langt á þessu en eru þær illar. Hann hefur neikvæðar skoðanir á innflytjendum eða útlendingum. Hann rasisti? Og af þessu hann nasisti? Nei. Við þurfum þótt að ég hafi einhverja skoðun á skoðunum þínum að þá ættum við að geta búið saman í samfélagi og við höfum lýðræði til þess að komast að niðurstöðu það hvernig það síðan mótast og bæði sjónarmiðin eiga að geta haft sæti við borðið og það var eitthvað sem kom í kjölfar umræðina og Kastljós viðtalsins var það að menn eins og Snorri Másson ættu ekki að koma að stefnumótun. Það fjarstæða. Í lýðræðissamfélagi þá ekki hægt að bannfæra skoðanir með þessum hætti. Hver á þá að sitja í þeirri dómnefnd hvaða skoðanir eru boðlegar og hverjar ekki. Eini dómarinn það eru kjósendur í kosningum. Það er mjög kláðu þetta. Og markaðst ekki hugmyndina almennt en ekki... Snorri var nú gagnrýndur bara fyrir hvernig hann talaði máli sínu og talaði yfir fólk og við erum ekki að leggja það til að við höfum það við borðið.
Nei, en skoðanir hans. Fólk verður að geta átt í samræðum. Það var náttúrulega tvennt í gangi þarna, það var bæði framgang hans og skoðan, en það er áhugavert og ert að reyna að slíta þættinum. Það skal ég. Nei, bara eins og í sambandi við þetta, að tala saman og allt það, sko, það er eins og hafi aðeins verið að gerast hérna á Íslandi að verið að gera kannanar við fjölmiðlanefndar og svona og spyr hvort fólk orðið vart við sko rangfærslur og hatursáróður og hvað svo leiðis. Það er pínulítið eins og við séum aðeins sko farin að rugla saman, blanda saman því sko sem við erum ósamala og því sem við teljum bara rangfærslu og hatursáróður. Og þannig að það þarf að vinda ofan að þessu. Við þurfum að halda því til haga hvað er skoðanágreiningur og hvað eru rangfærslur. Nákvæmlega í því samhengi líka sko, því að það er umræðið það er vaxandi hatursorðræða og vaxandi heift í bandarískum umræðum. En það hvað er sem á bak við hatursorðræðina? Jú, til dæmis eru það mótmæli gegn Ísrael er antisemitismi og fer inn í slíkar tölur. Þannig að þegar það eru birta tölur fjölda haturshópa sem að dreifa hatursorðræðu á hérna í háskólum, að þá eru hópar sem að gagnrýna framfæri ískalsum stjórnmála þar í flokki. Við höfum meira segja sko stór útgerðin á Íslandi sem að kvartaði fyrir hatursumræðu gegn sér. Margrét, Hulda, Gunnlaugur og Magnús, kæra þakki fyrir að koma. Þetta er mjög áhugavert samtal. Ég myndi gjarna vilja fara að fá okkur sem oftast að ræða þessi mál. Mjög áhugavert. Kæra þakkir. Við ætlum að hafa örstuð hérna og ég vona að Sigurjón bróðir minn sé hérna frammi, þannig að við ætlum að reyna að enda þáttinn hér eftir örskamma stund. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur. Sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Já, þá komum við að loka atriði þessa þáttar, Gunnar Smári. Já. Þú varst í hörku samræðum hérna áðan? Já, mér þetta verið mjög góður, hérna, hvað heitir svona, panel? Já, legi. Mjög góður hópur að ræða hérna morðið í Bandaríkjunum og menningarstríðið þar og pólitíkina og skautun og hvað orðið geti haft hér heima og við þetta bara frábært spjall. Eru það ekki bara landa ágætis þættir bara í heila tekið? Fjör hérna í fyrsta þættinum. Já, þið dagur voru ekki sammála? Nei, það er bara eins og vel. Gott að vera með svona ólíkt fólk. Við vorum með sagnfræðing og þingmann og blaðamann. Já. Hérna, við höfum verið hérna 2 síðustu hérna sunnudaga með svona þingmannahópa. Já. Og mér fannst að vera komið nóg á þeim. Já. Þú veist svona... Mjög gott að fá Dag Bjarkesson, það er svona alveg stjórnmálamaður, að lifa og hrærast í þessu áratigi. Já, það var skemmtileg hérna að
Mér fannst Andrea sem nú blaðamaður á Morgunblaðinu og ég held hún hafi verið í unnið fyrir flokkinu eitthvað. Veit ekki svona viðtöl og ég held að maður geti fundið henni inn á xd.is í ýmsum formum. Mér fannst hún vera svolítið svona, hún ekki svo allt og bjartsýn með stöðu flokksins. Nei. Ósátt einhverju leyti við að Guðrún Hafsteinsdóttir kjósi það að svona sækja sitt fólk sem að hún segir að hún sé að sækja mest í fylkingu Guðlaugs Þórs. Og þá leið að loka á skilur það hinna eftir óvana að þetta var nú alveg jöfn kosning nánast 50-50 og þá það kannski það vegna þess að Guðrún þetta var náttúrulega í febrúar eða ekki sem að landsfundur var þannig það eru liðnir 7 mánuðir eitthvað og kannski bara raunin svo að fyrst reynir hún að halda báðum örmum og öllum örmum og þessum ólíku hópum svona saman og svo kemst hún að því að það ekki að skila árangri, að það bara sundurlaust og eins og okkur fannst svolítið verið í þinginu að okkur fannst þess að bara miðflokkurinn var að stýra áherslum Sjálfstæðisflokksins þar. Það er líka mjög vont sko ef að til þess formaður flokksins fær ekki orðið þegar hann vill eða þegar hún vill að til dæmis segja það inn á þingflokksfundum. Heldur það að verið þannig? Nei, ég veit ekki. Eitthvað hefur gengið á. Það hefur bara verið að loka aðra blokkina og opna fyrir hina. Eitthvað ástæð. Svo sést Jens Garðar hvað ekki? Nei. Ég bauð hann nú í síðustu viku og þar síðustu. En hann svo sér ekki fært að koma. Nei. Við kannski fáum hann eitt daginn. Hefur hann eitthvað verið að tjá sig? Nei. Fyrir utan hann svaraði Mogganum, hann kvartaði við því að ég var að gera grína því að Moggin hefði sett sig í svona brúnan joggingala sem hann taldi sig ekki eiga. Moggin var auðlýs eftir honum eins og við gerðum. En hann svaraði mér og bara og maður veit ekkert, fólk getur bara ekki mætt en það er ekki þannig eins og við einhvern allir mætti þegar þeir vilja. Sumir vilja aldrei koma því við vorum svolítið mikið að tala áðan mikilvægt þess að halda upp í umræðu og við höfum reynt að við rauðaborðið að vera með fólk með alls konar pólitískar skoðanir og hitt og þetta og stundum andmælum við fólki og það nú bara stundum gerir maður það bara sem spyrill að brýna svörin með einhverjum hætti. Gunnlaugur Jónsson benti á það að við værum þannig miðill að við heyrðust alls konar skoðanir. En til dæmis Sigmundur Davíð aldrei viljað koma. Hann aldrei svarað mér. Ekki Bergþór heldur. Ja, Bergþór komið hingað. Nú er það? Og hann hefur svarað mér en Sigmundur bara svarað mér ekki sko. Bergþór er eitthvað betur við þig en mig, hann svaraði mér aldrei. Hann hefur komið hingað og það er alltaf svona líflegt í kringum Bergþór og það heyrið hann á þingi að það er margur sem kunna vel við hana því hann er svona skemmtilegur í kaffistofunni og það er svona stemming í kringum hann. Hann er skemmtilegur gestur hérna. Ég veit ekki með Sigmund Davíð, alltaf eins ekki best að fá hann bara einan ef hann kæmi hingað. Ég veit ekki, hefur þið séð hann í svona, hann er náttúrulega oft í svona sem að formenn er að tala saman. Á fyrri vinnustað mínum hann, þegar ég var á Bylgjunni, þá kom hann oft til mín. Ja, þá var hann í Framsókn. Já, á hann í Framsókn. Í stjórnarandstöðu sem hann ætlar að endurtaka núna, hann er búin að lýsa því yfir, hann ætlar að endurtaka stjórnarandstöðuna frá 2009 til 2013. Þannig að skili lyklunum stemmingunni sem að væri að þetta lið þarna í ríkisstjórninni væri eiginlega valdareiningar. Það var svolítið tónnin sem Bjarni og Sigmundur slóu og skili lyklunum þýði það að það séu einhverju komnir að völdum sem að eiga ekki að vera það. Ekki með það að gera. Það er ekki rétt bornir til valda eins og þetta. En þeir geta nú alveg látið svo lýsi núna. Þetta var náttúrulega afgerandi núverandi ríkisstjórn hefur afgerandi meirihluta. Já, með 54% atkvæði minni mig. Þeir eru með einhver leiti svolítið íkt að... Það er ekkit, þú getur ekki tekið hvað... Síðustu kostingar? Já, en það eru yfir 10% þarna sem það er ekki. Þeir eiga ekkit 50% af bara niðurstaðan í kosningunum er bara klár. Þessi ríkisstjórn hefur trausta meirihluta
Já, ég er þú sagði afgerandi, ég var bara að segja að vera 54% sem að með svona á mörkunum að sem þetta kallaði afgerandi. Nei, í þingmanna fjöldanum. Já, ætti að vera traustur og telur. En ástæðan fyrir því að menn nota þessa stjórnarandstöðu sem að Sigmundur Davíð er að sumuleita hóta, sem er að eyðileggja allt. Og þetta er það sem að vera oft eftir Davíð Oddssyni, að við vorum á móti málum jafnvel sem að við vorum sammála, bara til þess að láta vinstri meirihlutann í Reykjavíkurborg 78-82 líta út eins og verklítinn og næðu engu í gegn. Þannig að það er bara tilgangurinn að það verði óánægja meðal stuðningsmanna ríkisstjórnarflokkana að hún næri engu í gegn. Og hann er að hóta þeirri tegund og stjórnarandstöðu og sú stjórnarandstöða hún gengur út á það að mylja undan fylgi ríkisstjórnarflokkana. Þannig að fólkið inn í flokki fólksins það fer að verða óánægt með að við náum engum málum okkar fram, hvar eru strandveiðarnar og hvar eru átakið í húsnæðismálum og fer fólk að segja og svo kannski viðreisna megin býttu átt ekki að hefði ekki verið sniðut að fara strax með Evrópukosninguna eitthvað svona. Það er tilgangurinn og ég held að ef Sigmundur horfir hérna frá þá er honum alveg sama þótt að taki 1,5 ár þangað þetta fer að virka og hann ætlar að fórna sér í það, hann ætlar að vera ég held að ætla að vera með málþóf. Búa að það. Já. Og það er alveg sama hvað kemur upp að hann er ósáttur við það. Jafnvel mál sem eins og hefur verið bent á að til dæmis málin í útlendingamálum er meira og minna mál sem að voru lögð fram á síðustu ríkisstjórn. Og hann vill aldrei ganga lengra þá. En það voru það ekki hans mál þegar hann var ríkisstjórn. Hann gagnrýndi líka þegar þau máli komið fram að það var ekki nógu langt gengið. Hann er ekki svolítið ham núna. Hann taldi 3 milljónir manna í mótmælum í London. Ég fór að skoða þetta að The Times, Telegraph og Guardian sem er svona morgunblöð úr ólíkum svona hlutum í politíkurinn, svo 110.000. Daily Mail sem er nú svona sem er svona blað sem styður kannski svona það sem að Thatcher náði sem er svona millistéttafólk í suðrinu svolítið mikið. Ekki svona yfirstéttablað sagði 150.000 en Sigmundur Davíð segir 3 milljónir. Og ekki ríkur en hann er borgarhagfræðingur, nei, hvað er að mennta þér? Skipulagshagfræðingur, nei, ég man ekki. Skipulagshagfræðingur. Ég man ekki að hann kláraði þetta, fyrst tók maður eftir honum, hann náttúrulega var í Kastljósi í Kanada, svo kom hann sem gestur hjá Agli í Silfri Egils mjög oft. Þótti svona snjall gaggrínandi á svona hnignun vestræna borga með því að hann talaði svolítið eins og Karl Bretaprins að arkitektarnir hefðu valdið meiri skaða í London heldur en loftárásin Þjóðverja. Það var svona að skipulagið svona módernisminn og svona tíska í arkitektur var að eyðileggja borgirnar okkar. Manstu ekki eftir þessu? Hann kom með myndir alltaf með sér ágætlega undirbúinu. Hafði lært í Oxford, ég held að hann ekki lokið námið þar. Svo fór hann eitthvað austur, ég held að hann var ekki í Moskvu eða eitthvað þar. Alltaf eitt misseri. Hann var allan að fyrir austamiðju. Og vakti svolítið svona athygli. Og er svona gagnrýni sem að hefur vaxið síðan. Það er skemmtilegir hópar á Facebook þetta, vondan arkitektur. Það sem er verið að dreifa svona dæmumynd og við þekkjum þetta líka hérna. Við höfum talað við arkitekta sem hafa verið að benda á vannkanta þéttingu byggðar sem að leiði til svona húsnæði sem hentar engum. Ég held að það sé nú meira ástæðan er verktakarnir heldur en arkitektarnir. Þannig að hans vakti mikla athygli og Framsóknarflokkurinn í vandræðum sínum ákvað að taka þennan son hans pappasins sem hefði verið þingmaður Framsóknarflokksins. Það voru nú 3 þarna í kjöri. Snemma á 10. áratugnum og valdi hann. Og munaði í einu atkvæði eða hvað? Nei, það var aftur tilkynnti rangan sigur. Það munaði ekki litlu? Það má eflis það voru 3 í kjöri og Sigmundur Davíð var örugglega ekkert með hreinan meirihluta en eitt þannig en hvað Höskuldur Þórhallsson kom og tilkynnti þetta þarna í tröppunum?
Nei, það var þegar... Það tilkynnt að hann væri formaður? Nei, það var þegar að stjórnin var sprungin, sko. Hitt var í valseimilinu og Haukur Ingibergsson var fundastjóri og hann tilkynnti réttkjörið formann Sjálfstæðisflokksins. Trausti vinur. Já, og Höskuld Þórhallsson og hann kom upp á sviðið og gaman náttúrulega og svo var hann kallar á bakvið fundastjórin og þá þurfti hann koma fram og leiðir þetta væri ekki rétt úrslit sem hann hefði lesið heldur væri réttkjörinn formaður flokksins væri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og svo var hann líka Magnússon, Páll Magnússon sonur Magnúsar Bjarnfreðssonar þau voru 3 sem að hefur farið eitthvað fór hann ekki eitthvað til Kanada eitthvað svona í eitthvað svona var hann skipaður ráðuneytisstjóri hann var ekki bróður hann sem var í eitthvað svona það var eitthvað svona smá vissi með það en Höskuldur sem lögmaður hann bara hætti pólitík en hann náði hinn áttur þarna og úr sögu hér með þarna í tröppunum þegar stígunum í Alþingishúsinu þegar hann skúpaði að Sigmundur Davíð myndi missa forsætisráðuneytið. En hann kom inn svolítið á skringilegan hátt inn í pólitíkina en hann þegar við vorum svolítið að ræða skautun og svona miðflokkurinn mist til hægri í allavega svona ef maður er að horfa til bandarískra stjórnmála þannig að þeir eru á því að kynin séu 2 og ég veit ekki þeir vilja harðar aðgerðir í innflytjendamálum tala eins og að innflytjendur séu að grafa undan íslenskunni það er svona margt í þeir voru á móti þungunarofi það voru miklu sjálfstæðisflokkurinn klofnaði þá sem að þessi bandarísku menningarstýri þau hafa áhrif hér sko og sömuleitt held ég að margir hafa fengið sjokk í síðustu viku hvað eru margir á Íslandi sem eiginlega lifa inn í bandarískri pólitík og horfa kannski okkar samfélag út frá sjónarhóli Bandaríkjanna það sem eru raunverulega alls konar hlutir sem að ég held að Íslendingar eiga bara erfitt með að skilja eins og svona hvít þjóðernishyggja sem að á djúpa rætur í Bandaríkjunum alveg frá borgarastyrjöldinni og kennum Ku Klux Klan og andstöðuna við réttindabaráttu svartra upp á miðri síðustu öld og þar eftir göttunum sem er ekki beint svona þetta er ekki blóði sem rennur í íslenskri pólitík Nei og heldur ekki kannski það sem að gerast að því að Sigmundur var að vísa til mótmæla í London þar sem mættu 110 til 150.000 manns ekki líklega 3 milljónir eins og hann segir þar sem hann er að benda á að þarna sé fólk að berjast fyrir því að hvernig Breitlandi að vera vilji losna við innflytjendur eins og hann Byltingin hafin, sagði ykkur hann sagði það vegna þessara mótmæla og þá er hann að tala um að þessi sama ástand hér þá er oft verið að vísa til áhrifa fólks frá Mið-Austurlöndum og svona svokallum öðrum menningarheimum ekki like-minded nations eins og Dagur B. var að segja að væri okkar svona náttúrlegu bandamenn þannig það er ekki verið að kvarta yfir innflytjendum frá Úkraínu eða eitthvað slíkt heldur frá Mið-Austurlöndum og svona það sem að sagt að sé önnur menning og fólk hegðir sem öðrum hætti hlutfall þeirra innflytjenda í Bretlandi er náttúrulega miklu hærra heldur en hér. Hér eru innflytjendur á langstæðstu leyti Austur-Evrópumenn og það er líka við samanburð við Norðurlöndin. Já, og náttúrulega með Úkraínu við opnuðum bara fyrir þeim. Já, eins og fleiri lönd. En við höfum aldrei opnað fyrir til dæmis, það kom ekkert margir frá Sýrlandi eins og komu inn í Þýskaland eða Svíþjóð. Við opnum ekki fyrir fólki frá Suður-Ameríku eins og Svíarnir gerðu þegar hægri herforingjastjórnir voru að myrða vinstrimenn í hrönnum og rekja það á flótta. Við opnum ekki okkar landamæri fyrir því. Það kom einhverjum svona hópar frá Júgóslavíu hingað. Og svo eru stæðstu hópanir náttúrulega Pólverjar og svo frá Eystrasaltslöndunum
Sáralítið, ég held að hlutfall til þess múslim á Íslandi er miklu lægra heldur en í Svíþjóð eða Danmörku eða ég tala mikið í Bretlandi, þar sem er mikið af fólki frá Pakistan. Því að það eru gamla nýlendur. Og svo er það alltaf, nú hefur við ekki verið að tala að þessi innrás í England, Nigel Farage talar það og þá var við bátafólk sem að koma yfir Ermarsundin og menn að leggja til að það verið bara skotið á þessa báta, svipað og Trump að gera við meinta fíkniefnainnflytjendur, þar sem verið skotnir bátanir, svipað og Duterte gerði á Filippseyjum og svona bara við fíkniefnainnflytjendur. Það verið að tala það og maður velti fyrir sig England náttúrulega og Bretland náttúrulega gamalt heimsveldi, þetta meira og minna fólk frá fyrri nýlendum Breta. Þannig að maður velti fyrir sig hvort að þið getur og ástæða fyrir að ef ykkur kemst til Frakklands að hann fer vill fara til Bretlands er yfirleitt þannig að það hefur verið töluð enska í viðkomandi landi. Herðu, nú er bara mál á linni. Herðu, við segjum þetta þá bara gott í dag. Við þökkum gestunum okkar kærlega fyrir, við þökkum Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út, en mest þökkum við ykkur sem hafa verið að hlusta og horfa. Við bendum á að þið hafið byggt upp dreifikerfi okkar bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðvarpsveitum í útvarpinu 89,1 á FM, það má líka sækja þar útsendingar á spilarann. Spilarinn er á spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Það sem er netánabors. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem er svo lukkuleg að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar er við númer 5 á fjarstýringunni. Ég var frá skeyti frá Tal að þeir bara vilja ekki dreifa samstöðunni, þannig að ef við skiptum við Tal ættum við kannski að skipta yfir í Síman bara. Við erum á leiðinni í kabalkerfi sem er hérna suður með sjó og þá getur fólk horta á okkur í sjónvarpinu í stofu fljótlega. En það sem að drífur samstöðun mest áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem að telur að samstöðu sé mikilvægur þáttur í lýðræðslegu samfélagi og ekki síst kannski sem hafa bent á hér áðan að við þurfum að hafa eitthvað vettvang sem að fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og ræðir, annars getum við bara mist vitið. En til þess að það sé hægt að þá væri mjög gott ef þú myndir leggja okkur lið, til dæmis með því að gerast áskrifandi, það kostar 2750. Ef þú vilt gera það þá ferðu inn á samstöðun.is, það er hnappur sem stendur á áskrift og framhaldið ætti að liggja í augum uppi. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur láta áskriftan renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er komið gott í bili, njótið þessum eftir helgarinnar. Við sjáumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8, þá er það fréttir á samstöðunni.